Já, komið sæl. Synir Egils heilsa á þessum sunnudegi sem öllum öðrum. Hér á eftir, í seinni hlutunum, þá koma til okkar Albert Jónsson sem er fyrir sendiherra og Guðlaugur Þór Þórðarson fyrir utanríkisráðherra. Þeir ætla meðal annars að ræða Trump-stjórnina og öryggismál. En við byrjum hér á vettvangi dagsins. Það er Halla Hrund Logadóttir, þingkona Framsóknar, Dóra Björt Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi Pírata og Eyrún Magnúsdóttir, ritstjóri Gímalsis. Já, stofnandi. Já, eru tvær eða ekki. Já. En hvað er að byrja þetta? Það er búið bara ekki átök í þinginu. Bara virkilega og meira að segja forseti þingsins svona, var bara ósmekkleg í orðavali. En var það reið, það er svona, sem hún kannski á ekki að vera. En fjárlögumræðin, hún má taka mikinn tíma. Já, hún er búin að vera lungað núna í þingstörunum og mun halda áfram. Þetta er dæmi mál sem að þarf að samþykkja fyrir áramót. Og við sem erum í stjórnarandstöðu höfum auðvitað verið að einbeita okkur að því að rýna fjárlögin. Hann á alltaf talað ríkisstjórn og stjórnarandstöðu, en auðvitað er þetta bara rýni. Og ég er hérna með okkar nefndarálit sem ég held að sé lengsta nefndarálit Íslandssögunnar. Sem ég hvet, þetta er jólabókin í ár, það er góð lesning. Nefndarálit minnihlutans. Já, nefndarálit Framsóknar, það sem við erum að fara yfir, af hverju við teljum að forsendur frumvarpsins séu of bjartsýnar, af hverju það þurfi að efla varasjóðinn sem er 1% núna, hann er í algjöru lágmarki. Við erum að horfa á það að við höldum að tekjur á næsta ári verði minni, heldur en er gert ráð fyrir í þessu frumvarpi. Við erum að sjá miklu meiri óvissu á alþjóðamörkuðum. Staðan sé sem sagt mun verri heldur en hefur komið fram. Eða forsendurnar aðeins og bjartsýnar hérna, miða við hagvaxtarspá Seðlabankans, miða við óvissuna á alþjóðamörkuðum og miða við það að þegar við erum að sjá skattahækkanir eins og til dæmis í vörugjöldunum sem að draga þá kannski úr vilja fólks til að kaupa, að þá verða tekjur ríkissjóðs líka minni. Þannig að við erum að hvetja til þess að við sýnum meiri varfærni. Við förum í það að efla varasjóðinn sem að ætti að vera 1,5 eða 2% á okkar mati. Og svo erum við líka að leggja til ákveðið aðhald og ákveðna tilfærslur á fjármunum til verkefna sem að skipta máli þegar við erum að tala kólandi hagkerfi. Það eru verkefni sem snúa því að efla nýsköpun í ólíkum landshlutum í samhengi við auðlindirnar okkar. Það er svo endalaust tækifæri ef við horfum á auðlindir sjávarútvegs, landbúnaðar og ferðaþjónustu. Og svo erum við líka að leggja fram áherslu á það að markaðssetja, sama hvort það er okkar matvæli eða bara ólík framleiðsla, hugverk, hönnun og svo framvegis til þess að við séum dálítið að fjölga þessum eggjum í körfunni sem að við þurfum á að halda þegar það er kólandi hagkerfi. Og svo er þetta íslenskan bara til að halda þessu einræða fram sem við erum að leggja til aukningu í skólakerfið okkar og heilt yfir erum við líka að segja, heyrðu, það er ekki nóg að vera með fjárveitingar, við þurfum líka að sjá betur í fjárlögunum hver markmiðin eru. En þið ætlið að eyða meiru og þið ætlið að spara meira, ætlið á að afla meiri tekna það? Hverju ætlið að sleppa? Já, við erum að leggja til 2% aðhaldskröfu á hið opinbera fyrir utan spítalinn okkar, fyrir utan löggæslu og fyrir utan menntakerfi og svo erum við að leggja til að fresta ákveðnum framkvæmdum eins og byggingu nefndarhús og öðru sem við teljum að sé hægt að bíða. Nefndarhús, hvað er? Já, þá erum við að tala hægt að byggja sérstakt nefndarhús í samhengi við starfsemi nefnda á Íslandi átt að byggja við stjórnarráðið. Þetta eru verkefni sem við teljum að geti beðið í svona aðstæðum. Þannig að þær tillögur, þær sóknartillögur sem við leggjum til eru fjármagnaðar á móti í þessu samhengi. Þannig að það er ekki auka útgjöld í sjálfu sér. Svona aðhaldskröfur hafa nú ekki alltaf gengið eftir. Nei, þær þurfa að ganga eftir og við þurfum að vera varfærin. Það bara sýnir sig núna bara í haust. Við byrjuðum á einhverjum allt öðrum stað heldur en við endum. Við erum að sjá vandræði hjá Norðuráli, Elkem, við erum að sjá gjörbreytingu á stöðunni á Bakka og þetta virðast kannski vera einhverjum fjarlægir þættir en þetta eru hlutir sem hafa áhrif. Bara Norðurál
hefur áhrif á orkuveituna sem síðan hefur áhrif á arðgreiðslur til Reykjavíkurborgar sem síðan hefur það áhrif á fjárhag borgarinnar til að fjárfesta í öðru. Þannig að þessi hlutir sem oft virðast kannski fjarlægir í umræðunni, þeir hafa bein áhrif á okkar líf og það skiptir máli að stíga varlega til jarðar. Já, en finnst þér hérna sem sagt að ríkisstjórnin sé að fara út gist, að gera sér ekki grein fyrir vandanum? Við kannski, ef maður horfir til dæmis á varasjóðin, að hann sé ekki öflugri, að það bendir svona kannski heilt yfir til þess að forsendur fjárlagafrumvarpsins séu á ákveðnu leyti of bjartsýnar. Við erum mjög ánægð með að við erum að sjá aukningu í fjárfestingu í samgönguáætlun, við erum að sjá aukningu í fjárfestingum á ýmsum sviðum í heilbrigðiskerfinu, til dæmis þegar það kemur að málefnum sem hafa verið oftrætt í fjölmiðlum eins og málefni þeirra sem glíma við fíknivanda. En við erum líka að benda á að það er verið að auka ríkisútgjöld á milli ára 9% sem er ein mesta aukning undanfarna áratuga. Ég hugsa þetta, við vorum að reyna að ná utan á hvort það hefði verið einu sinni að það hefði verið 9% aukning milli ára. Og þetta eru meiri útgjöld sem nemur 153 milljörðum króna milli ára og það er meira en kostar að reka einn Landspítala. Þannig að það er verið að gefa verulega í og það er auðvitað vegna þess að það þarf fjármagn víða en við þurfum að passa okkur þegar óvissan í forsendum er svona mikil. Og við semst ekki að fara að afla tekna fyrir þessu. Ég hef áhyggjur af því að forsendurnar séu bjartsýnar, sérstaklega þegar kemur að málefnum eins og til dæmis í vörugjöldunum, þar sem að við erum að sjá að innkaup er að eiga sér stað núna á þessu ári og þá kannski verður samdráttur á næsta ári. Þannig að það kannski bara, það er svo mikið í okkar útflutningsdrifna hagkerfi sem að getur breyst á svo stuttum tíma og það er það að hafa borð fyrir báru, styrkja varasjóðinn og sýna ákveðið aðhald er eitthvað sem skiptir máli líka. En er þetta nóg? Fyrir ég ætla ekki að gera þáttastjórnandi samt smá. En er þetta nóg? Þið tala 2% aðhaldskröfu en ekki á menntakerfi, ekki á spítalan. Hvað er þá eftir? Já, í raun og veru er það nóg fyrir þeim tillögum sem að við gerum ráð fyrir. Við erum ekki að breyta... Að þið undanskili, menni, svona stærstu póstan einhvern veginn, mestu útgjöldin eru í heilbrigðismálum og menntamálum. Já, það er nóg fyrir þær breytingatillögur sem við leggjum til á frumvarpinu. Er það nóg til að ná hallalausum fjárlögum 2027? Það þarf miklu umfangsmeiri breytingar til að ná því. Þannig að það er eitthvað sem að ríkisstjórnin sjálf þarf að setja fram og það má gera ráð fyrir að það þurfa að skera niður 20 milljarða á næsta ári til að ná þessu markmiðum hallalaus fjárlög 2027 sem að við hins vegar teljum að sé mjög mikilvægt og gott markmið sjálfur sér og styðjum ríkisstjórnina í því og hrósum henni fyrir það líka. En að byrja af hverju ef það er samdráttur í atvinnulífinu og efnahags, ég menn það er ekki búið að vera hagvöxtur í Íslandi í 2 ár, af hverju það er svona eftirsóknarvert að vera með hallalaus fjárlög? Ég held að þetta vera frekar að þetta veri tími fyrir ríkið að ýta aðeins undir vöxt og þetta seðlabankastjóri sé að þó reyna að kyrkja hérna atvinnulífið þá er það yfirleitt svona sagt að þegar það samdráttur sem virðist vera nokkuð ljóst af þessum að sigla inn í og þið eru að segja að við eigum að undirbúa okkur undir en þá er nú oft sagt að það sé kannski tilefni til þess að ýta aðeins undir hagkerfið með hagkerfið ríkisvaldsins. Heilt yfir er auðvitað gott að sé jafnvægi í fjármálum okkar. Það er mikilvægt að við höldum áfram að greiða niður skuldur og svo framvegis. En akkurat þetta eru þeir 2 punktar sem við erum að leggja áherslu á þegar kemur að því hvernig við nýtum fjármuni öðruvísi. Við erum að segja að hagkerfið okkar er að kólna. Við erum að sjá það að myndin er allt of brothætt þegar við erum að eggin í svona fáum körfum. Og þess vegna erum við að leggja til aukna fjárfestingu þegar það kemur að nýsköpun til að byggja fleiri stoðir undir atvinnukerfi og sérstaklega á landsbyggð eða ekki síst á landsbyggð og síðan erum við að leggja áherslu á það að það sé hægt að fara í markaðssetningu okkar vörum og þjónustum í mun víðara samhengi til þess að við séum ekki bara að treysta á og fáar útflutningsgreinar. Þannig að ég bara get tekið undir með þér að það er mikilvægt þegar hagkerfið er að kólna að við séum að efla fjárfestingu þarna.
En svo getur þetta haldið áfram, þetta getur orðið mjög langt þáttur, sko. Við lesum þetta á jólanótt. Já. En Dóra Björt, fjárhagsáætlun Reykjavíkur, þið hafið þurft að taka tillit til þess sama, hún nefna til dæmis eins og Norðurál og þannig að þið þurft að taka upp fjárhagsáætlun. Jú, við þurftum að gera það núna milli umræðina og það var svona svolítið bratt að fá þetta í fangið með mjög stuttum fyrirvara og þurfa að uppfæra fjárhagsáætlun en við gerðum það og Þið voru með bjartsýna fjárhagsáætlun fyrir? Nei, við vorum nú bara með svona frekar skynsamma fjárhagsáætlun og reynum að vera það og taka tillit til mismunandi aðstæðna sem geta komið upp. Stundum er skynsamt að vera bjartsýnn. Það er alltaf leið, en okkur er svona gert að setja fram fjárhagsáætlun sem er raunhæf, þannig að við erum svona að reyna að vera svolítið raunhæfar og bara að horfa framan í skrímsli eins og það lítur út, sko. Það er svolítið svona mantaran þegar maður er í fjárhagsáætlun og við gerðum ráð fyrir 4,8 milljörðum í afgang á næsta ári en tökum það niður í 3,4 og á milli var líka voru ákveðna uppfærslur sem voru gerðar sem að var það útsvar og annað sem að koma aðeins til hækkunar þannig að við gátum aðeins stilt þetta að þannig að þetta þurfti ekki að koma inn með allt þetta sem að dettur út vegna arðgreiðslana sem ekki gert ráð fyrir að koma inn á næsta ári sem að eru tæplega 1,9 milljarðar sem fara það út en við erum þá að lenda með þetta þarna aðeins fyrir neðan en ekki sem að nemur samt þessum 1,9 milljarðin sem betur fer en við ætlum samt að fara að líti það líka á næsta ári og nýta þessa tillögur sem við fengum frá bæði frá starfsfólki og frá íbúum hvernig við getum farið betur með tíma og fé hjá borginni og ætlum að skoða aðeins á mismunandi sem hvað hægt er að gera og nýta þessa tillögu til þess að ná fram svona ákveðnu svigrúmi bæði til þess að bara geta gert aðra hluti sem eru mjög þarfir, við veitum að það þarf að fylgja NPA-samningum sem dæmi og svo þetta viljum við bara geta brugðist við þegar óvæntar aðstæður kom upp af því að það gerist eiginlega hverju ári þannig að við ætlum svona að skoða hvernig við getum skapa aðeins meira svigrúm bæði til þess að gera hluti sem bara þarf að gera þegar það er okkar verkefni náttúrulega að bara forgangsraða Það er ekki einugur í borgarstjórnum, minnihlutinn er að gagnrýningur Já, minnihlutinn er að gagnrýna, hann gagnrýnir einhvern veginn alltaf sko, það er eiginlega sama hvernig gengur, það er alltaf og það er eiginlega sama hverjir minnihluta, það er aldrei neitt sáttum með neitt sko og það er þrátt fyrir að núna stöndum við fram fyrir fjárhagsáætlun þar sem að öll markmið fjármálastefnuna sem var sett á sínum tíma eru komin á grænt, við vorum að fá 9 mánaða uppgjör þar sem að við erum í 2 milljarða plús í A-hluta sem er hinn eiginlegi rekstur og þetta stendur bara vel sko en það er alltaf að tala til okkar sérstaklega þegar þetta eru hópur kvenna sem að þarna eru saman ég kalla okkar 5 hagsýnu húsmæður sem að erum þarna og erum að setja velferð í fókus og erum að setja félagshyggju í fókus og auðvitað svona bara skynsama þróun borgarinnar en viljum samt líka fara vel með peninga og það er út af því að til þess að geta náð okkar markmiðum þá þurfum við auðvitað að passa vel utanum upp á budduna en það er alltaf verið að svona gefa í skinn og láta verið vaka við kunnum ekki með fé að fara og séum ótrúlega óábyrgar út af því að ég held að það sé kannski svona einhver saga sem er auðvelt að kaupa fyrir almenning þannig að spila henni og heyrði Einar Þorsteinsson oddvita Framsóknar vera þinn góða félaga, hann er nú líka ágætur félagi minn, hann er ekki þannig en hann var að tala að við varum að losa beltið og eitthvað svona og þetta er svona frasi sko, sem að hann er að vona festist sko, þannig að fólk fá einhverja ímynda okkur að við séum bara að sleppa takinu og höfum engar stjórn en það er bara viðs fjarri og eins og okkar 9 mánaða uppgjör sýnir sko. En blaðamaður Eyrún, ert þú búin að vera að fylgjast með þessu hvort tvekja? Já, ég veit að maður fylgist þetta með þessu svona og reynir að finna út hvað skiptir máli fyrir fólk og við vorum nú að skrifa það mitt á Gímaldinu svona þetta helsta úr þinginu núna en ég er endar, mér finnst þetta að því að myndist aðeins á NPA-samninga og þessa það var samþykktur þessi sáttmáli Sameinuðu þjóðanna vegna sem að var auðvitað mjög stórt skref og hefur áhrif á sveitarfélögin líka eitt sem að ég hef tekið eftir ég er rosalega þreytt og það er þetta rifrildi á milli ríkis og sveitarfélagana hvernig á fjármagn eitthvað, hvaðan einhverjir peningar er að koma og mér finnst þetta orðið einhvern veginn svo mikið lenska þegar það er einhver stór mál að þá eru þess að menn setja sig í þessar stellingar ok, nú þurfum við að fara að rífast við ríkið pening og fá meira eða þá að ríkið, þú veist, og ég veit ekki á hvern hallar nákvæmlega alltaf en sem svona bara sem bara skattgreðandi þá segi ég, mér er alveg sama þú veist, í hvaða línu eitthvað er á einhverjum þú veist, ég borga bara skatta og bæði til ríkis og sveitarfélaga og
og ég veit ekki, ég ekki endla að segja þið að svara þessu, en af hverju þurfum við síðan alltaf einhvern veginn að vera að svona, hvað segja, við erum þennan óhrina þótt að það þurfi alltaf að vera þetta rifrildi og það þurfi að vera að leggja þetta á okkur lesendur og hlustendur og áhorfendur fjölmiðla að það var alltaf einhvern stjórnmálamenn mætti til að rífast hvaðan peningarnir er að koma og við erum bara þú veist, bara heyri, ég er bara alltaf að borga getið ekki bara haft þetta í lagi þannig að mér finnst það rifrildi orðið mjög þreytt. Ég skil það mjög vel og eiginlega hundlegilegt þá þurfum við að tala þessa hluti og þetta eitthvað minnst sexy í málefni sem að maður eiginlega getur borið á borð að við séum með einhverja skuldbindingar og ríkið náttúrulega getur bara ákveðið lög sem að segir bara sveitarfélögunum hvað þau að gera og bara það er bara svona háð hendi sem hvort að þau láta okkur fá peninga fyrir þessum verkefnum sem við verðum að samþykja við eigum að gera. Þannig að auðvitað er það svolítið pirrandi staða. Við verðum svona svolítið undir hælnum á ríkinu sem að getur bara, við þurfum alltaf að semja við að því fjármagni það sem þau eru að segja okkur að gera. Af því að þú veist, við erum í fjárhagsáætlun, við erum okkar verkefni og svo er bara alltaf verið að bæta við verkefnum. Þú veist, þetta er bara svona eins og sérst einhvern veginn starfsmaður, sérst með yfirmann sem er alltaf að segir gerð meira og meira en þú veist, þú færð ekki meiri tíma í vinnudaginn eða þú færð ekki borgað yfirvinnu, skilurðu, en þú ert samt alltaf að gera meira og meira. Ég held að það sem erum að tala af hverju sveitarfélög og ríkisvaldi þurfa að vera einhverju átakapólitík í fjölmiðlum svona gagnvart því í staðan fyrir að setjast niður og finna einhverja lausnir. Það er inngróið í allt kerfið, það er hellinga fólki sem verður fyrir því að sveitarfélagi segir nei því miður, þinn vandi er heilbrigðismál, ríkið á að borga, svo ferðu til ríkisins og þá segir ríkið nei þinn vandi er félagslegur þannig að þú þarft að fara til sveitarfélagsins. Þannig að það er hellinga fólki sem að lendir í vondri þjónustu út af því að það er ekki, þessi mál er ekki almennilega afgreitt á milli ríkis og sveitarfélags. Og það var akkurat samningurinn réttindi fatlaðs fólks sem var svo gríðarlega mikilvægt að lögfesta. Það var dæmi að því að við erum að tala stjórn og stjórnarandstöðu og meira með hluta og minni hluta. Og ég kýs að líta á þetta, hlutverki er að rýna og það er svona skiptimál að hlusta og eitt af því sem að við tölum okkur hásum var að það fylgdi ekki fjármagn. Það var verið að setja ákveðnar skuldbindingar sem og tryggja þó mikilvæg réttindi og þá finnst mér vera eðlilegt að fatlaðir einstaklingar sem að sækja þau réttindi til sveitarfélaga fá ekki eitthvað nei af því að hlutirnir sé ekki fjármagnaðir. Stór hluti af því það var búið að lögfesta það sem var kostnaðarsamt í þessu samningi, búið að lögfesta fyrir áður. Þannig að þetta var í íslensku lögum án fjármagnunar. Þannig í sjálfum sér breytti samþykkt samningsins ekkert það. En þá átti hins vegar, bara svo ég megi klára, þá átti að sjálfsögða að tryggja það núna þegar var lögfest að það færi meira fjármagn til sveitarfélagana því að það er óþolandi staða fyrir einstaklinga sem eru að glíma við fötlun og þurfa síðan að vera að berjast við kerfi þó þeir eigi réttin samkvæmt lögum þá þurfa þeir að fara að sækja sinn rétt til dómstóla. Þetta er bara frábært dæmi þar sem að hefði þurft að hlusta á þessa mikilvægu rýni og setjast niður og finna einhverja lausn þannig að sá sem á rétt á þjónustunni samkvæmt lögum þurfa ekki að berjast til kerfi. Það hefði verið mun fallegra ef þingi hefði samþykkt að fjármagna það sem hefði þegar verið sett inn í íslensk lög í staðin fyrir að vera að samþykja önnur innihaldslaus yfirlýsingar. Það var nefnilega það sem var erfitt í þessu samhengi. Það er allir sammála að lögfesta samningin og það var frábært skref en það verður að láta fjármagn fylgja með og það er það sem við gagnrýndum að vera ekki gert. Og það er náttúrulega ótrúlega sárt þegar fólk með fötlun sem þarf ákveðna þjónustu þarf kannski að velja sér búsetu eftir því hver er að fara að veita þjónustuna. Við sjáum það bara, það er ekki búsetu frelsi ef að þú þarft að hugsa út í það hvað er líklegt að þú fáir þjónustu og hvað er ekki og þess vegna hef ég reyndar að tala fyrir því að einleið væri til dæmis að NPA-samningarnir væri að hluta til eins og bara stærstu samningarnir væri bara fjármagnaðir beint af ríkinu þannig að væri bara sveitarfélögin hætti bara að vera milliliðir að sé bara tryggt að saman hvað þú býrð þurfi geta að hafa þessar áhyggjur og það er náttúrulega almáli bara að sé svona samfellið þjónustunni og íbúin þurfi ekki að hafa áhyggjur af þessu en það kannski snýst svolítið mikið verklag af því að eins og þú segir leiðilegt að fara að takast á milli fjölmiðlum auðvitað hefur það verið reynt áður að gera þetta með öðrum leiðum. Þú veist, það hafa verið sendar umsögn þetta mál og bara beðið að það er bara, þetta er frábært mál, það eru öll saman það og bara, þetta er gigantískt mikilvægt réttindamál og snýst það að við séum bara
velferðarsamfélag sem tökur vel utan fólk. Og ekki útgjaldaraukning til lengri tíma? Já, en við viljum náttúrulega bara að það verði þannig að verkefni fylgi fjármagn. Við meina, það ekki nýtt fjármagn, það fjármagn sem að fólk, þjónusta sem að fólki fær með öðrum hætti oft kostnaðsamari heldur þessi samningar. En svo náttúrulega kannski... Það reyndar sagt, en svo þegar það skoðað, það kannski ekki alveg... Þá vantar eiginlega einn möguleikin að sá bara að veit ekki þá þjónustu sem þú átt að gera lögu samkvæmt, að þá kannski sparar þau. En það náttúrulega bara kostnað sem að lendir á viðkomandi öryrkjum. Já, og auðvitað á maður bara að sitja í forganga að standa með þessum verkefnum, en ég bara segja að það sama, það bara fyndið fyrir okkur, ég tala nú ekki Reykjavíkborg, þið vitum nú hvernig alltaf að tala okkar fjármála, við erum alltaf á haustum og það skiptir engu máli hvort við séum með stöndum vel eða eins og bara núna, ég meina með skuldahlutfall sem lægsta með því lægsta höfuðborgarsvæðinu höfum verið með í mörg ár, hvort sem skuldahlutfall og skuldar á hvern íbúa, ég meina við erum með plús í okkar reikningum, erum komið alltaf grænt, samt erum við alltaf á kúpunni bara og það alveg sama og Sjálfstæðisflokkurinn talar alltaf. Það tala þannig. Ég að segja það í umræðinni, þannig að það auðvitað umræða sem við erum mjög vön og það kannski bara svolítið pirrandi í ljósi alls að vera samþykkja einhverju verkefni, svo fá ekki fjármagni sem fylgir, sem þarf að fylgja í raunni og nema þú kannski einhverjum hluta og það náttúrulega gott þegar það tekst að hluta en svo kannski einhverjir þingmenn sem að standa svo í pontu og að segja að fjármálin hjá okkur ganga svo illa og svo framvegis, þannig að það kannski það sem skapar ákveðin frústrasjón. Það svolítið fyndið að þetta skuli ganga á Íslandi að hægri menn geti haldið fram að þeir einir kunna fara með fjármál eftir hrun og enn finnar eiginlega að karlar geti eiginlega frekar að fara með fjármál heldur en konur. Þetta hvort á sér nokkra rætur í sögu okkar eða reynslu. Við sýtum svolítið undir því. Ég held að það er svona fordómar. Ég er furðulegt að við getum bara lifað í svona einhverjum sýndarveruleika þar sem þetta gildir að hægri karlar sé helst tristandi fyrir peningum. Og það þrátt fyrir að halli ríkissjóðs hafi verið gigantískur undir stjórn Sjálfstæðisflokksins og þrátt fyrir að Reykjavík bara Íslandsmet í halla. Nákvæmlega og það einhvern veginn ekki talað um það því að þetta bara snýst allt ásýnd og upplifun og ekki og þá bara segi bara skoðu gögnin, skoðu tölurnar það bara það sem skiptir máli. Förum í skólameistarmálið. Eyrún. Já. Þetta rosalega eitthvað klaufalegt allt saman og asnalegt. Til þess að núna þeir skólameistarinn á Egilsstöðum sem að þetta bara í fréttum og Já, einmitt. Það eru þetta margir angar á þessu máli. Guðmundur Ingi bara ræður ekki við það? Nei, ég held að sé, það er svona margir angar á þessu. Eitt það eru þetta verið að gera einhverjar grundvallar breytingar á stjórnsýslu framhaldsskólana sem búið að kynna. Ég held að það þurfi einhvern veginn núna að taka þetta svona, stundum tala að fara aðeins upp í þyrlu og horfa yfir, að þú veist, bara hvað það nákvæmlega sem að gerast, af því að það eru þetta vont þegar umræða svona breytingar verður á grundvelli, þú veist, einhver svona eins máls og ég veit ekkert mál þessa skólameistara þannig sé frekar en aðrir, eða ef við tölum skólastjóran í Borgarholtsskóla, hvort að þetta rétt ákvörðun eða ekki, eða hvað nákvæmlega verið að gera. Ég meina, menntamálaráðuneytið búið að segja, þetta sé einhver, nú eigi þetta að vera svona, það eigi að auglýsa þetta. Ég fekk nú svona ég hitti nú manneskju í gær sem að býr í Svíþjóð og hún sagði, eru ráðherrar að skipa skólastjóra á Íslandi? Akkur eru þannig? Og þá segi já, er það rétta leiðin? Þú veist, kannski þarf að skoða þetta eins svona utan. Þú segir þetta. Já, þá fyrir maður að hugsa, er það... Hvað flokki er hann? Já, einmitt, alveg, var það einhvern tímann eitthvað frábær hugmynd til að byrja með, Þannig að kannski þyrfti að horfa á þetta og svo þetta líka þessar breytingar. Skólastjórar hafa sagt þeir séu ósáttir við þetta og eru ekki kátir með það sem á að vera ekki kátir með þessar kerfisbreytingar. Getur það haft áhrif á þetta mál, þessi málöldsömmul, verið að nýta þetta, þú veist, ég get ekki svara þessu öllu. Þetta er fólksins komist upp með að reka skólastjóra sem að móðgaði formanninn? Ég veit það ekki, það er náttúrulega annað mál, þú veist. En það flækist inn í þetta. Auðvitað flækist þetta allt saman. Þetta mál snýst það. Já. Ég held að sé að fái sem að trúi sögu Flokks fólksins. Nei, en svo kemur þetta með engin skólastjóri í landinu trúir því.
hvort að honum sé bara fórna líka til Já, til þess að það oft sem sagt, sko. þú gerir ennþá meiri bommertur í cover-upinu heldur en í hneykslinu sjálfu. Þannig að nú erum við bara í miðju cover-upi og þeir eru bara að gera vont mál enn verra. Ég held að sé náttúrulega ekki alveg ljóst að það sé náttúrulega út af þessu en ef svo þá það náttúrulega bara óbúðlegt og algjörlega styrlað ef það út af þessu skólamáli. Trúið í að þetta sé út af þessu. Algjörlega og það náttúrulega mjög sárt og vont og það kannski bara bendir réttilega á það að þetta fyrirkomulag þarf að vera faglegt. Þú veist, það þarf að vera yfir allan vafa hafið að séu faglegar ákvarðanir teknar þetta bæðum skipun og mér skilst að sé nú þessi hæfnisnefnd sem að starfar og leggur grunn að því. Nú að þegar þessi ágæti maður var skipaður þá var ákveðið að víkja frá hæfnisnefndar tillögunni. Það fyrir kannski ekki vel á því heldur að gera það. Ef þú ert á annað borð að vera með hæfnisnefndir áttu ekki bara að fylgja því og eins og í borginni þegar við erum að ráða æðstu stjórnendur þá var ég mjög upptekin af því að kemur tillaga frá hæfnisnefnd og maður stendur með henni og við höfum gert nýjar reglur ráðningu á æðstu stjórnendur til þess að hafa yfir allavega að hafa það að sé faglegt ferli og sé ekki pólitískt ákveðið af því að það bara gamla pólitíkin og gamli tíminn að þú veist sérstaklega í svona faglegar stöður það bara óbúslega mikilvægt að það sé fagleg umgjörð en þá líkum það að þú veist ákveða framlengja ekki þú veist það þannig að hæfnisnefnd og rosa ferli í kringum að ráða en svo þegar það ekki að framlengja þú veist hvar er faglega nefndin núna sko sem að einhver með leggir eitthvað mat á það þú veist af hverju það þá ekki bara hluta ferlinu eftir 5 ári eða 10 ári eða hvað sé það bara lagt mat á það bara hvað segja krítirurnar hvernig ert þú búin að vera farsæll stjórnandi þú veist ef þú ætlar að vera lengur en 10 ár þarf ekki að hafa verið frábær stjórnandi þarf það ekki að verið allan vafa hafið að þú sért búin að ná mjög miklu árangri með þitt starfsfólk fólki líði vel námið sé frábært og svo framvegis. Ársæll Guðmundsson hefur aldrei farið yfir reikning hann alltaf verið innan heimilda en það er alltaf verið að tala það bara innan heimilda eins og það sé helsta hlutverk rektors í menntaskóla að vera innan heimilda flott hjá honum en er það ekki bara lágmarkskrafa? Því miður þá hefur það orðið þannig að skólastjóri handbendi mannsins með budduna en ekki endilega, hann hefur eiginlega ekki svona stöðuna til að vera svona faglegur forystumaður í skólanum vegna þess að hann eiginlega frekar handbendi fjárveitingavaldsins. Þetta bara sömuleyti hafa skólastjóra starfið verið eyðilagt og kannski þessi tillaga Guðmundar Inga að búa til svona guttstuðning, kannski þetta til bóta, ég veit það ekki. Ef ég fæ aðeins að tjá mig um það því að ég er búin að vera að heimsækja menntaskóla í ólíkum landshlutum og þetta eru algjör hryggjarstykki bara í byggðastefnu í því að það sé góð þjónusta í heimabyggð og maður sér bara allt lífið og tækifærin og bara sem að verða til í tengslu við þessa skóla og það er svo mikilvægt að þeir séu öflugir og sterkir og ég verð að segja að mér finnst þessi hugmynd með að hafa svæðisskrifstofur sem að eiga að styðja við skólana í ólíkum sviðum hún hljómar kannski ágætlega en þú ert í raun og veru að færa ákveðin verkefni frá skólunum á þessar svæðisskrifstofur og þú ert kannski líka að búa til ákveðin svona buffer á milli skólana og ráðherra og ég hefði einmitt haldið að það þyrfti að vera mjög öflug samvinna þar á milli og má alls ekki vera þannig að skólastjórnendur einhvern veginn festist í einhverju millistofnun ef þeir þurfa að gera breytingar því að þeir þurfa einmitt að geta verið faglegir leiðtogar í sínum stofnunum. Hvernig fyrirbara á þetta að vera? Bara með starfsfólki? Já, í raun og veru þetta að vera eins konar stofnanir í ólíkum landshlutum sem eru þá mannara sérfræðingum sem að styðja framhaldsskóluna. En þessir sérfræðingar eru í þessum öflugu framhaldsskólum, ef maður horfir til dæmis bara Sauðárkrók eða á öðrum stöðum á landinu þá eru þessi starfsemi nú þegar til staðar í skólunum. Þannig að þú ert kannski að færa hana til og veikja þá skólana einhverju leið og ég hef kannski að því ég hef nú verið yfir stofnun ég ekki mikla trú á því að það sé gott að setja svona eitthvað millilag á milli stofnunar og ráðherra. Ég held að það geti leitt til þess að ráðherra getur alltaf sagt heyrðu þú eru að tala við stofnun þetta vandamál og einhvern veginn verði þá svona ákveðin buffer. Þannig að ég það meiri fjarlægð á milli. Já, ég hef þá Þetta kerfi hefur verið. Við vorum eins, ég veit ekki hvað fræðsluskrifstofa Reykjavík er sterk núna, en þar var það svona sérfræðinga miðstöð og þá var sagt að það verðum snurra að hafa sérfræðingar út í skólunum og svo gengur þetta bara alltaf fram og tilbaka. Þetta er bara svona sikkur sjónarmiðin. En við erum auðvitað með
nýja stofnun sem styður heilt yfir með menntakerfið og við erum líka með öflugt ráðuneyti. Þannig ég svona, þurfum við fleiri aðila, ég er ekki sannfærð það. En þannig að ég held að sko það er það sem ég hef að segja um þessa tillögu. Síðan er þetta í samhengi við sko ráðningar í tegum öndum við þeirra maður kannski hugsar, er þetta rétta ferlið með við hvernig bara samfélagið okkar hefur þróast og hversu mikilvægt að við séum sterka sjálfstæða faglega leiðtoga í skólunum. En auðvitað það ráðherra líka að kynna, hvert erum við að fara, svona verður ferlið og það er ekki gott lag á því að ólíkir stjórnendur sé að læra það í fjölmiðlum. Þannig að það verður spennandi að sjá og heyra frá ráðherra sem að hefur verið mjög áhugasamur þennan málaflokk, hvað hann er að hugsa til lengri tíma og hvernig þetta rýmur saman. Mér langar að spyrja ykkur að einu. Nú er ekki ár liðið síðan ríkisstjórnin var mynduð og þessi ár síðan að vera kosið. Og ef þið horfið yfir svona málin sem hafa verið í kringum Flokk fólksins, hafið þið trú á því að ríkisstjórnin lifi 3 ár í viðbót með Flokk fólksins sinni? Já, svari hver fyrir sig. Ég held að það sé vel mögulegt. Heldur að sé það hægt? Ég held að Heldur að það fari ekki að sjóða svolítið á Kristrúnu og það gerir Katrínu? Þetta er erfitt fyrir alla því að svona mál komu upp og en ég held að fólk slípist til og læri kannski á hvort annað og hvernig maður er að feta slóðina og þegar þú tekur fyrst við svona þannig að þú sér bata hjá Flokki fólksins? Já, ég er svona, þú veist, þetta er líka bara það að taka við svona stöðu er náttúrulega bara svolítið stórt skref fyrir flokk sem hefur aldrei verið í slíkri stöðu áður að þú veist að bara læra hvernig hún fetar þessa leið sko að það er bara að tekur tíma og þetta getur hrasa og ýmislegt verið klaufalegt og eitthvað svoleiðis þannig ég held að fólk geti alveg lært þannig að það fer kannski bara svolítið eftir því hvernig hvort að auðmýktin situr staðar og fólk svona horfist í augu við það sem ekki hefur kannski gengið. Nú eru erfiðari tímar framundan og verður kannski erfiðara fyrir Flokk fólksins að ná í gegn eitthvað af sínum miklu loforðum fyrir kosningarnar. Þannig það má líka reyna á það megin frá. Það er ekki bara að þetta sé svona álag fyrir hinar valkyrjunar að hafa flokk sem er til þess eins og þetta var ekki skemmtileg dagur á Kristrúnu þegar hún tekur upp myndband nú ræsu við borana eitthvað svona og þá gís upp annars vegar skólastjóramálið og hins vegar það að samgönguráður hafi ekki lesið einhverja skýrslu. Þannig að það er svona maður sér alveg pirringin sko hjá hinum flokkunum yfir þessu. Það meðist eins og Flokkur fólksins hafi náð svo miklum árangri mér finnst hún Inga alltaf vera bara check sko. Það er eins og við vorum að nefna áðan það er samþykkt á þessum samningi sem er ófjármagnaður. Ég held að þetta endir með því að Kristrún svona verður yfirfrakki sko. Yfir Flokki fólksins. En við verðum að horfa hún fá að lesa yfir áður að þau fara. Ég held að það verði bara að gerast. Auðvitað er þetta eins og hér hefur verið bent á að þetta er minni flokkur og hvert svona mál auðvitað heggur í ríkisstjórnina. En það eru líka mál sem að munu höggva í hina flokkana. Við sáum það núna í þessari viku. Ég fjallaði mál sem að hefur ekkert farið mjög hátt í samhengi við aðgengi að menntun lækna sem að sko ætti að vera alltaf í lagi og manni finnst bara sjálfsagt sem borgari ríkisins að ef það er eitthvað sem að heilbrigðisráðuneyti er að passa upp á hverju sinni og ríkisstjórn er að það sé greiður aðgangur að menntun lækna. Svo kemst maður að því að það eru búin að fara sko 4-5 ráðherrar og forseti til Svíþjóðar á einhverja fundi og á sama tíma komast sérfræðingarnir okkar eða læknarnir okkar ekki út í sérfræðina. Þannig ég spyr líka, þú veist, það eru alls konar svona mál sem að virðast verið minni heldur en undanþágur við tollum Evrópusambandsins sem að munu líka reyna á að ríkisstjórnin þarf að valda því að tryggja aðgengi að læknanámi við Svíþjóð, okkar nánasta samstarfsaðila. Alveg eins og hún þarf að valda því að geta barist í stórum málum eins og undanþágum við Evrópusambandi. En ég held að muni líka reyna á svona mál þegar þau fara að koma fram og ég held líka að þessi Evrópu umræða muni reyna meira á Viðreisn. Þannig að ég held að þetta verði alveg krefjandi og við erum eftir að sjá hvernig það þróast. Svíarnir eru allast til þess sá sem fer í sérnámi á þeim, hann hafi verið búsettur í landinu í 2 ár. Það er í raun og veru var gerð svo breyting að þú þarft að taka kandidatsárið eða embættisárið í Svíþjóð. Og áður var það þannig bara íslenski læknar tóku ári hér sem var hannað eins og í Svíþjóð og þeir líka voru með mikla starfsreynslu og fljótrælar á tungumálið þannig að það var mjög greið leið.
En eftir þessa breytingu að þá orðið mjög erfitt fyrir lækna, sérstaklega þegar kemur að barnalækningum, skurðlækningum og fleiri sviðum að komast til Svíþjóðar. Og þetta dæmi eitthvað svona mál sem að sko einstaklingar að berjast í og á sama tíma hefur það verið þannig hjá embætti landlæknis og heilbrigðisráðuneytinu að það vegna reglugerðarbreytingar sem var gerð hérna heima að þá eru mjög margir læknar sem eiga erfitt með að fá metið sitt sérnám þannig að þeir geti starfa við það vegna þessara reglugerðarbreytingar í sjálfu sér. Já, hér á landi. Hér á landi, þetta tvöfaldur vandi og ég segi bara, þú veist, fyrir mér þegar við erum að horfa bara rekstur ríkisins, þá eru bara ákveðnir þættir, bara svona grundvallar þættir sem þurfa að vera í lagi. Og fyrir mér þetta dæmi eitthvað, bara heyrðu, bara leysum þetta mál varðandi aðgengið og það ekki hægt að sko vera að senda hálfa ríkisstjórnum til landsins á þess að ná utanum lausn á því. Þannig ég held að munum er það miklu fleiri önnur mál sem koma upp og munum reyna á ríkisstjórnum. Munum reyna á í atvinnumálum og efnahagsmálum. Já, fyrir utan þessar risastóru mynd. Allavega frekar að vera að taka niður þessu takmarkanir. Heldur að Flokkur fólksins verði ríkisstjórn 2029 þegar það verður gengið til kosninga? Ég veit ekki. Það er Finnst ykkur það vilt hugmynd mér? Nei, alls ekki. Við var svar ég veit ekki. Ég ætla að skjóta einu inn hérna. Samfylkingin og Viðreisn pluss Framsókn. Það vantar einn mann upp á meirihluta. Það er nóg að Þórdís Kolbrún gangi í Viðreisn. Það er nóg að Ragnar Þór gangi í Samfylkinguna og það er nóg að Lilja Rafney gangi í Framsókn. Og það er nóg að Ásthildur Lóa láti undan særendur sínum eftir hvernig maður fara með hana og gangi einhvern annan flokk til þess að komi nýr meirihluti. Áttu við að þetta vera nýja strategía Framsóknar? Að veiða á hinu flokkunum? Ég fyrir þetta bara að einn Lilju Rafney. Það fer því hver verður formaður Framsóknarflokksins. Það þarf að vera valkyrja, svo þetta var formálinn. Já, sko, ég veit þetta ekkert frekar en aðrir. Get ekki breytt mér í svo sem mikinn spámann í þessu. En ég get allavega sagt, við vorum á Gímaldinu að velja daginn svona 5 bestu og 5 verstu augnablik ríkisstjórnarinnar og það var mjög erfitt að finna eitt af þessum 5 verstu sem tengist ekki Flokki fólksins vegna þess að það var af mjög miklu að taka þar og það auðvitað að einhverju leyti getur skrifast á eitthvað reynsluleysi svona ef maður fer inn í sanngirnina þá er það þannig en svo þolinmæði fer kannski svolítið að verða búin gagnvart því að við getum sagt já þau eru hafa aldrei gert þetta áður. Ég held að það svona kannski bara hjá kjósendum kom með því að þau segja heyrðu, þú veist, núna er þið bara verið búin að ná þessu og við þurfum að vegna þess að það á að vera krafa, ég segi það fyrir mig bara sem þú veist, kjósandi auðvitað að vera krafa við sem afburða fólk sem ráðherra. Við getum ekkert, það getur ekkert bara einhver verið ráðherra. Þú veist, þú þarft að hafa besta fólki þar og það þarf að geta þá kalla með sér gott fólk og stjórnendur og svona, þú veist, þetta þarf að vera afburða fólk. Það er engin ráðherra en Þorgerður Katrín sem hefur ráður áður. En þetta er vandamál sem er allstað ef það er vandamál. Já. Þannig að það getur ekki verið, þannig að það er eitthvað sérstakt vandamál með Flokk fólksins. Já, líka svona kúltúr í flokkum, þú veist, það getur alveg verið þannig ef flokkur hefur verið í ríkisstjórn og þú veist, þekkir hann bara hvernig er að fara með vald eða hvað ég segja, að fara með svona verkefni og bara getur fengið góð ráð frá þínum félögum sem hafa kannski verið í stöðinu áður og svo framvegis þannig að það er alveg áskorun held ég en að sjálfsögðu er alveg rétt að það Þegar ég segi þetta þá rifjast enn og aftur upp þegar ríkisstjórnin 2013 Sigmundar Davíðs ríkisstjórnin og Bjarni Ben að þá hafði enginn verið ráður áður og þá sagði Davíð Oddsson að sumir ráðherrar verða fljótt húsvanir sem sagt að embættismannakerfi bara gleypið á Það er náttúrulega alvöru áskorun hjá öllum kjörnum fulltrúum að koma sinni stefnu áfram og svo framvegis af því að auðvitað er þannig að kerfið er með einhverja sýn en svo er það bara fagleg vinnubröð sem þú vilt hafa fyrir að sjálfsögja en svo er það líka kannski bara það að þú veist kerfið er bara á einhverjum dampi og það tekur mikið afl að færa olíuskip þú veist það er bara þannig í öllum Svo kemur einhver nýr kjörin fulltrúi og vill gera eitthvað neina öðruvísi
og þá kemur Þeir vita alveg að geta bara, reyna að býða þetta af sér, en hérna, hann er ekki bara að gefa sig, þá fer ég á stað. Mér var reyna bara þetta í huga áðan, með Framsóknarflokkurinn var á leiðinni í ríkisstjórn. En því meira sem að ég tala þetta, því samfærður að verði. Ég held að í félagaskiptagluggunum í janúar. Þú þannig að trúa þér? Það verið félagaskiptagluggi í janúar sem að verði stór tíðindi í íslenskri stjórnmálum. Ég segi bara til efni jóluna, leyfið börnunum að koma til mín. Ég held að sé verið breytingar. Heldur að ráðist að formannskjöri Framsóknar? Hvenær það? Nei, það ekkert í manni. Febrúar. Já, meðan febrúar. Valentínsdaginn. Hverjir eru búin að bjóða sig fram? Ég ekki á leiðinni í þann slag. Ertu ekki? Nei. Þá drýði þetta allt tilbaka. Það þarf að vera þingmaður til þess að þetta gangi upp sem ég að segja, sem formaður. Það gengur ekki að hafa manneskju út í bæ. Þó að hafi náttúrulega gerst, það hafi verið utan þings ráðherrar, Geir Hallgrímsson og fleiri, miklu fleiri. En ég ætla ekki að skemma þáttinn með svona vildu hugmyndum, en við erum að nálgast áramót og þá það verður að fara nálgast áramót. Hitt annað að það verður svona að hægja aðeins á flokki fólksins og fólk vandi betur það sem það segir og gerir. Það er til þessu undirbúningurinn tilkynningu samgönguáætlun er augljóslega hvað heitir þetta, svona pólitískt Eyjólfur, hinn voru ágætt Nei, ég meina þú getur ekki gert þetta nema með svona einhverjum aðdraganda og undirbúningi. Þetta ekki leiðin. Er þessi skýrsla endilega nauðsynleg í þessu? Nei, ég ekki að tala um að hann hafi ekki lesið þetta bara kemur, þú getur ekki komið með þetta, en það sérðu á viðbröðunum fyrir austan, að það var augljóslega algjört vanmat á því hvaða fréttir voru í þessu sem hann var að færa. Hann var svo sannfærður það að honum fannst þetta að vera rétt á hugmyndin, hann gleymdi að það er 400.000 Íslendingar sem er eftir að melta þetta, og hann færi þetta bara eins og búmerang í hausinn Það er áhugavert að sjá. Hann er ekki einn í þessu Jafnvel þingmenn stjórnarflokkanna gagnrýna þetta. Þetta er samþykkt í stjórn. Og Daði, þau koma með hann að kynna þetta. Þetta er samþykkt í ríkisstjórn. Stökku fram að brettinu líka. Ég sit með þessari nefnd, umhverfis- og samgöngunefnd, og nú auðvitað eftir ráðherra eftir að mæla fyrir sig. Þessari lykilnefnd, og það auðvitað mjög spennandi tímar því að það verðist að auki fjármagn og það er allir búin að bíða eftir því. Þannig hvernig verður því ráðstafað og hvað þýðir samgönguáætlun? Þýðir samgönguáætlun þegar hún er samþykkt að það er stefna olíuskipsins, því þetta er sannarlega olíuskip. Hann er að breyta því. Já, eða þýðir það eitthvað annað. Og það eru það sem að þarf að ræða sérstaklega er bara þessi aðferðafræði, því leið og þú samþykkir stórar framkvæmdir sem hafa fengið, þetta eru 600 milljónir sem hafa þegar farið í að undirbúa þessi göng og öll þessi sveitafélög á Austurlandi hafa ákveðið saman að styðja þennan valkost. Múlaþing var búið til í kringum þetta. Já, það er búið að ákveða, þetta hefur verið mjög mikil samstaða milli ólíkra aðila á þessari forgangsröðun. Og þá er bara áhugavert, auðvitað eru þá alls konar fjárfestingar, skipulag í sveitafélögum sem að fara að snúast í kringum þessa ákvörðun og síðan er henni breytt. Þannig að það er eitthvað sem að þarf líka að ræða sérstaklega. Við sjáum til dæmis að nú að fresta framkvæmdum sem snúa höfnin í Þorlákshöfn. Það er fullt af aðilum sem eru að horfa á fjárfestingar í samhengi við þá uppbyggingu. Milljarða uppbyggingarna. Já, þannig að það er mjög mikil ábyrgð hjá ráðherra og þingheimi í að ræða, við getum ekki einhvern veginn jójóað hlutunum fram og tilbaka af því að það hefur svo mörg keðjuverkandi áhrif. Líka því að þetta var samþykkt inn í þinginu. Það finnst mér það eiginlega ekki ganga að ráðherra leggist undir feld og komið svo, ég með alltaf þeirra niðuröðun heldur búið að samþykja inn á þinginu og búið að samina sveitafélög fyrir austan. Þó að ríkið hafi náttúrulega aldrei staðið við neitt svona. Ég meina, það var sameining í höfuðborgarsvæðinu út á Sundabraut. Ríkið hefur aldrei staðið við neitt svona sem hefur verið forseta sameininga. Og það er kannski undirstrykar þetta bara svolítið mikilvægt þess að eiga mitt samráð við nærsamfélagi og þeim fjármunum sem er varið á hverju svæði sé bara eitthvað ferli í kringum það að fólk hafi meiri aðkomu, frekar en að ríkið komi bara þetta, þú veist. Að þetta varðar náttúrulega bara fólk sem býr á þessu svæði svo miklu meira heldur en nokkuð tíma
fólk sem býr svo annar staðar og jafnvel ráðherra sem að, þú veist, að þetta svona, maður fyrir alveg að velta fyrir sig bara forminu á þessu og aðferðafræðinni og á þess að ég hafi ykkur sterkar skoðun á þessu að þekki eitthvað ofsalega vel til að þá náttúrulega bara augljóst að fólk bara í einhverju áfall yfir þessu augljóslega og það náttúrulega sárt að sjá. En Siglufjarðargöngin, sko, þar vegurinn, þetta bara alltaf hrynja í sjófram. Já, það allt mikilvægt. Þylja svoleiðis upp endalaust, sko, en það var búið að samþykkja í þinginu og þá það bara spurningin, eigum við að gera ráð fyrir því að það sem þingi samþykkir, að það gildi, eða getur bara einhver ráðherra bara breyta þessu, því honum finnst þetta að vera eitthvað neginn öðruvísi. Ég meina, hann ætti að fara bara með málið inn í þing og það ætti að vera... 3 ráðherrar sem kynnti þetta. Já. En nú mér alveg saman að þingi ákvæða þingið þetta eftir að fara í þetta mál. Ég gerir ráð fyrir þetta verði löng og ströng umræða hver lendingin verður þessu og svo er líka áhugavert. Það auðvitað alltaf verið að blása í lúðra og það kannski að því maður nú nýr tiltölulega í pólitík. Það verið að blása í lúðra hvað sé verið að fara að gera. Hvað til dæmis verið að fara að gera í Suðurkjördæmi. Það verið að halda áfram með að tvöfalda Reykjanesbrautina og það verið að halda áfram með Ölfusárbrú. Þannig að sko, það eru kynningar kannski sem að leggja áherslu á þætti sem eru löngu búnir að fara af stað eða hafa verið undirbúnir. En það var ekki búið að fjármagna samt? Það var líka búið að fjármagna þessi verkefni að hluta eða nánast að öllu leyti. Það þess vegna sem að verkefni í Reykjanesbrautinni hefur bara haldið áfram jafnt og þétt. Þannig að ég líka kalla eftir því bara þegar við erum að ræða með svona þætti. Þetta þarf ekki að vera svona rosalega átakadrifin umræða í mínum huga. Við eigum að geta verið miklu skynsamari í þeirri umræðu og ég veit að sko, lykilmáli núna er bara að bíða eftir því að öll sveitafélög sendi inn sínar umsögnir, allir hagsmunaaðilar og taka þessa umræðu með dálítið yfirveguðum hætti. Já. Það verður margir sem sendi inn. Ég meina það alls konar spurningum sem eru ósvarað. Þá til dæmis að fara í að stofna innviðafélag sem ég held að sé mjög góð hugmynd og við styðjum. En það þarf þá að fara í að stofna það þarf að ákveða hvernig það er fjármagnað. Þannig að það eru svo mörg skref eftir til þess að hlutirnir gangi upp og ég verð að segja ég er þeirra skoðunar að við eigum að vinna þessi jarðgangamál bara miklu meira heldur við gerðum í jarðhitann. Ég veit ekki hvort þið eru með einhver plön núna á seinnipartinn en mín tillaga væri að fara upp í Elladal og skoða gufuborinn Dofra sem er gufuborinn sem boraði 130 jarðhitaholur í ólíkum sveitafélögum og kláraði það verkefni, fór bara á milli. Þetta flækjustæði hjá okkur er líka í að regluverkið er orðið svo þungt og við eigum ekki vinnuvélina, menn að það talaði að gufuborinn Dofri hafi verið verðmættasta eða mikilvægasta vinnuvél Íslandssögunnar. Ég hefði viljað að ríkisstjórnin hefði bara tilkynnt að Vegagerðin væri að kaupa bor til þess að bora jarðgöng og hann ætti að vera í gangi sko næstu 40 árin. Það er miklu meiri sýn í þá átt. Af því að það er svo mikið, bara svo borinn sem var nýttur úr Kárahnjúka sem að ríkinu bauðst að kaupa en keypti ekki á þeim tíma. Sko það er dæmi bara risavaxna vinnuvél sem að hefði geta haldið áfram. Þannig að sko, við þurfum ofta að hafa langtíma sýn sem að varðar eitthvað annað en okkar kjörtímabil. Og það er kannski eitthvað sem að vantar, menn að ég er að gagnrýna í fjárlagafrumvarpinu. Það er ekki minnst á málefni þjóðlendna. Það eru kannski ekki mest áreiðandu málin sko, fyrir morgundaginn eða næsta ár. En 40% af landinu og hvernig það er nýtt og umræðan það er eitthvað sem að varða börnin okkar og barnabörn. Þannig að oft þurfum við að hafa svo miklu meiri sko, langtímasýn í öllum þessum áætlunum sem einhvern veginn við verðistum ekki ná utanum. Eins og þetta sé fjölmiðlum, langtímasýn í fjölmiðlum? Já, einmitt. Já, við þurfum að ræða þetta. Vika stöðu fjölmiðla. Já. En maður kom með eina munnlega umsögn. Okkur langar til þess að fá nýjan stað fyrir æfinga á kennsluflug í borginni. Það er óbúslega mikið kvörtunum sem er að koma til heilbrigðis. Og útsýnisflug og þyrlum. Og þyrluflug. Heilbrigðiseftirlitið okkar er bara hlaðið af kvörtunum. Það hafa verið 2 hættuleg tilvik sem að tengjast kennsluflugi. Þetta fengi allt og litla athygli í rauninni.
þar sem var næstum því slys yfir Kársnesinu, 30 metrar á milli kennsluflugvéla og svo fjall niður hjól bara rétt fyrir fram Alþingishúsið, örfáum metrum frá hópi ferðafólks hefði getað orðið bara stór slys og jafnvel bara mannskaði af því. Þú veist, þetta bara hendar ekki vel nálægt byggðinni, þannig að við viljum bara ítreka það að það liggur fyrir nefnilega samkomulag frá 2013 sem hefur ekki verið fyllt. Hæstiréttur dæmdi að það samkomulag í gildi og það ekki engin ágreiningur að innlandsflugið og sjúkraflugið þarna þangað til við finnum nýjan stað. En þetta óþarfa eins og bara engaþotur að lenda þarna á besta stað og bara þvílík mengun og hljóðmengun og svo kennsluflugið og þyrluflugið sem þarf ekki að vera eins og fyrir túristana. Viljum gjarnan fá þetta flutt þannig að mátt koma í framfæri. Legg til og sendir Fjölmiðlar þurfa Ég er svo miklu að trúa þinginu, sko. Ég er svo miklu að trúa þinginu. Já, fjölmiðlar þurfa að fylgjast með og já, eða þú veist, slæm og ekki slæm. Ég var að skrifa daginn RÚV og hlutverk þess af því að mér fannst það svolítið erfitt að gera það vegna þess að þetta er alltaf svo viðkvæmt og þetta er svona pólitískt að fara að ræða RÚV en ég var að reyna að koma aðeins kannski inn á það. Mér finnst að það er ekkert endilega sama sem merkja á milli þess að RÚV veikist og minnki og aðri fjölmiðlar styrkist. Heldur, það bara óbúslega mikið fjármagn að fara í RÚV og það mætti nýta það fjármagn miklu betur til þess að lyfta íta undir heilbrigt eitthvað sem getur kallað fjölmiðla vistkerfi, að það sé einhvern veginn heilbreiðara og að RÚV geti haft lykil hlutverk í því og ég hef mikla trú á því að það sé hægt og það sé hægt að nýta alla resursa, alla innviði þar miklu betur til þess að efla fjölmiðla í heild en það þarf kannski ákveðnar breytingar til þess að þetta megi verða og ég held að það þurfi kannski að formgera hlutverk RÚV gagnvart öðrum fjölmiðlum og það þurfi að setja það inn í þjónustusamninginn og kannski sem dæmi RÚV hefur auðvitað hlutverk gagnvart kvikmyndagerð svo dæmis tekið og þar hefur það bara skýrt og skilgreint hlutverk og akkurat því ekki hafa líka þetta hlutverk gagnvart öðrum fjölmiðlum af því að RÚV á aldrei að vera í samkeppni við aðra miðla, samkeppni við einhverja smámiðla sem að, þú veist, eiga ekkert og eru að reyna bara einhvern veginn að komast í gegnum mánuðin, sko, en og RÚV gæti verið miklu meiri leiðtogi í þessu og auðvitað er alltaf samkeppni milli fjölmiðla með að vera með einhverja fréttir, það breytist ekkert, en RÚV á mjög margt sem að maður hugsa með sér akkur bara RÚV, akkur bara þeir blaðamenn sem starfa þar að geta nýtt þessa innviði eins og bara safnið og bara tæknilegir innviðir og fleira og svo þetta líka og hann kom inn á þetta Stefán Jón Hafstein formaður útvarpsráðs sem formaður stjórnar RÚV, ég man ekki hvað þetta heitir núna. Hann kom inn á þetta daginn að hann var að minnast á það og nefndi þetta, ég man ekki hvað hann kallaði, hann var að tala að það ætti að vera til einhver kanall, einhver veita þar sem að aðrir geta komið inn í en svo veita einhverju leyti til, hún bara RÚV.is, þar veitt heilmikla efni og kannski mætti gera breytingar líka þannig að aðrir miðlar gæti einhvern veginn nýtt þá veitu með öðrum hætti eða þá að RÚV gæti gert eitthvað til þess að lyfta efni annara miðla þegar aðrir eru bara að gera eitthvað vel af hverju ætti RÚV að vera að segja, herðu, þetta er fín hugmynd, við skulum gera þetta líka og gera eitthvað næstu því eins, þú veist, það er ekki ég held að aðrir miðlar sem þetta þreyttir á þessu, sko. Það er sem er skrifað inn á vefinn sem að fréttamenn hjá RÚV er að skrifa, ekki tala eða sýna, heldur sem er að skrifa inn á RÚV.is er ígildi dagblaðs. Það er svo mikið efni sem þið skrifa, þá þeir í samkeppni við alla ykkur og aðra sem eru með svona efni, þá þeir bara með sveit blaðamanna, fréttamanna, sem eru að skrifa sem ígildi bara eins dagblaðs á dag. Já, en þetta svolítið flókin staða fyrir einmitt minni miðla sem að því við erum alltaf svolítið háð
þessum risa. Við viljum líka að RÚV segi, heyrðu, þetta kom fram hérna í gímaldinu, þau sögðu þessa frétt og þá auðvitað vilja að það sé gert, en þá vilja þessi gert af ákveðin virðingu og með því að lyfta því efni en ekki bara svona setja einhvers staðar næst í frétt og gera svo bara aðra frétt sem næstum það sama og þá búið taka tilvísununa út. Þetta svona, ég ekki að segja RÚV sé að því alltaf heldur, en þetta eitthvað svona, það þarf svolítið kannski bara breyta þessu og líka sko varðandi varðandi að þetta sé ekki bara eitthvað svona sem talað heldur að þetta sé gert með einhverjum formulegum hætti, að það sé sett inn í hlutverk og ég tók nú dæmi að því hún segir þetta sé eins og dagblað ef ríkismiðlinn væri dagblað, þetta væri hérna ríkisdagblaðið og það ætlaði sér að fjalla jökla og væri með eitthvað frábæra mynd eftir Rax, tökum það sem dæmi þá myndi það ekki fara og segja, herru, hérna, ég er með ljósmyndarinn en að fara að taka myndan af einhverjum jökli bara að gera eitthvað svipað og birta hana. Þú myndir alltaf bara kaupa þessa mynd af þessum tiltekna ljósmyndar og birta hana. En þú myndir ekki senda einhvern annan og gera eitthvað svona næstu því sem svona, taktu hérna mynda þessum snjóskafli. Þú veist, bara svona sem að líki svo við eitthvað. Og þetta líka kannski, RÚV hefur skyldur gagnvart kvikmyndagerðinni og ég ætla ekki að fara út í það líka, ég þekki það svo sem ekki alveg vel hvort að það virkar alveg eins og að það ætti að gera, en að það eitthvað svona, það búið að segja, heyrðu, það á að kaupa eitthvað ákveðin hluti, eitthvað ákveðin hlutfall af því sem RÚV sýnir frá sjálfstæðum kvikmyndagerðarmönnum. Og þannig að það ekki þannig að RÚV segir, heyrðu, þetta nú fín mynd sem þessi var að gera, ég ætla að gera bara eins mynd það sama og sleppa að birta myndina frá þessum, heldur hafa einhverja skyldur og ég vil einhvern veginn að við reynum að hugsa þetta einhvern veginn með þessum hætti gagnvart öðrum fjölmiðlum og svo auðvitað bara aðgengi að þessu mikla safni, ég auðvitað að upplega það núna að vera nýbúin að stofna fjölmiðl, ég get ekki sendt ljósmyndar að stað eða tökumann og beða hann að mynda viðburð sem gerist fyrir 10 árum, það svolítið erfitt en auðvitað á ég ekkert myndefni frá þessu viðburði því að ég var ekki með fjölmiðil þá en RÚV á myndefni en mitt og ég hef auðvitað við höfum einhvers konar aðgengi að þessu safni, það er ekki jafn mikið eins og ég væri þar starfandi en akkur ætti það ekki bara verið jafn mikið. NASA er með reglur að þið kannast við það að maður getur tekið myndir sem að NASA tekur út í geimnum og hugmyndin svo að það sé opið vegna þess að það er búið að borga fyrir það með skattfé. Það sama mætti gilda alt efni RÚV. Ef við myndum kjósa að útvarpa fréttum RÚV á samstöðinni, þá mættu við það. Ég stóð ekkert ég minni að maður verið eitthvað að reyna að gera þetta í sambandi þegar útvarpssaga var í svona upphafsritunum. Það var stoppað. En Dóra, þú alltaf segja eitthvað? Nei, ég fer bara að hugsa hvað eitthvað sárt að sjá sjálfstæða fjölmiðla og RÚV vera einhvern veginn að berjast bitana og ég held að öll þessi staða einmitt eins og RÚV sem fyrir að hegða sér eins og hver aðila á markaði sem rosa samkeppni sem náttúrulega með auglýsingafé og alltaf hrætt það að missa það því að þau eru hrætt að koma ekkert á móti örugglega með þröngan stakk líka en allt önnur staðasamteldur en sjálfstætt rekni fjölmiðla eru að þetta sýnir bara hvað þröng staða einhvern veginn á fjölmiðlamarkaði og ég vil nú bara segja til hamingju og takk svona, við sem elskum lýðræði, við erum ofsalega ánægð með það þegar kemur aukinn flóra í fjölmiðlamarkaðin og það er svo óbáslega mikilvægt og þess vegna finnst mér svo oft, sárt að segja mér líður svona eins og það sé verið bara í staðinn fyrir einhvern veginn að það sé verið að hugsa og að auka stuðning til fjölmiðlunar eða þarf eitthvað að búa betur utan þetta umhverfi, það er alltaf verið að rífast bara auglýsingatekjurnar, allir sjálfstætt eru bara RÚV á ekki vera auglýsingamarkaði, það er alveg réttmæt pæling en ef þau ættu að vera tekin á auglýsingamarkaði þarf þetta að bæta það upp að við viljum að það er að mínum mati mikilvægt að vera með einhvern sterkar ríkisfjölmiðil en það ætti hann að vera með opinn faðminn og styðja við hinn og styðja við lýðræði. Gímandi byrjaði í haust og nú erum við með kerfi sem líklega verður endurnýjað sem þannig að þið fáið engan styrk, það verður úthlutað styrk kannski í næstu viku, ég veit það ekki þið fáið ekki. Næsta ári að þá fáið þið getið sótt styrk miðað við þá 4 mánuði sem þið voruð í rekstri á þessu ári
sem að verður líklega í allt öðru samhengi við reksturinn sem verður á árinu 2027. Þannig að kerfið eins og oft þegar ríki fyrir að skipta svona þessu er umverulega fyrst og fremst til þess að styðja þá sem eru fyrir, þá sem eru sterkir. Við erum náttúrulega lent í þessu að því að okkar vöxtur hefur verið svona, en við erum alltaf kannski með bara 10% af ritstjórnarkostnaðinum, að meina moggin sem í hnígnum kannski með 27%. Það er nefnilega nákvæmlega málið að í staðinn Akkur færð þú ekki bara, hvað heitir þetta, nýsköpunarstyrk fjölmiðla? Já, en það er nefnilega nákvæmlega málið að ég sem er búin að búa lengi í Noregi, þú veist, þá var ég alltaf svo spennt fyrir að kæmi alveg fjölmiðlastyrkur sem að væri það eins og þar hefur verið að styðja við að sé fjölbreytni, að sé flóra og það er margði og þá styður meira þá sem eru minni og ekki það sem eru stærri. Hér hefur tilkoma fjölmiðla styrkja kerfisins sem ég elska að sé konsept en það þarf að vera þá eðlilegt og beita sem er rétt með hætti. Það er búið að auka í rauninni einsleitna fjölmiðlamarkaði og það ýtir undir fákeppni, ýtir undir að stóru verða stærri og mér finnst það svo ótrúlega sorglegt að horfa upp. Já, ég er að meina það að bara að moggin að stækka þetta. Ég held til þessi svo sammenning. En úti þá hefur verið alls konar styrkir. Heimildarinnar og mannlífs, að mannlíf hafi verið oflítil eining. Þess vegna þetta er bara tómt rugg. Það komið saman til að reyna að stækkast til að fá örgulega meira. Svo er það mannlíf og þau saminast. Ég meina, þannig að við erum að sjá að það er fækkun og það er stækkun og þá verða raddirnar færri og en úti, ég er búin að skoða þessi kerfi svolítið og þau hafa þetta tekið eitthvað breytingum. Þú veist, þá er einmitt hlutir eins og, þú þarft að vera með ákveðið mikið líka að þá frétta efni, það er ákveðin svona lágmarkskrafa. Hér er þetta orðið rosalega mikið clickbait og það skiptir ekki máli endilega varðandi hlutfalli hvers konar efni og gæði og svo framvegis. Og svo líka það að sé einmitt einhverju nýsköpunarstyrkir séu, ertu við einhverju tækniþróun, ertu einhverju framförum, þú veist, bara þetta kerfi það þarf að endurskoða það. Ég bara verð að taka undir þetta. Ég verð eiginlega bara líka hvetja fólk til að lesa þessa grein af því að oft er þetta umræðan á RÚV ekki að vera að árófast greinin hennar gímaldinu því að mér finnst þessi hugmyndafræði að RÚV sé aflvaki og sé að lyfta upp og auka flóruna vera svo ótrúlega mikilvæg hugsun og hluti af þeirri breytingu sem við þurfum að sjá. Og ég segi líka... RÚV aldrei verið það, RÚV alltaf verið svo á Akureyri, leið og eitthvað byrja með eitthvað, þá reyna þeir að kópira það til að drepa það þarf þá breytingu og það þarf líka þá breytingu. Þeir eru meira sér framleitt fréttatímana því að það verið töðanar á þeim að við byrjum klukkan 8. Þess vegna þeir búin að tegja kastljósið til korter yfir 8. Já, mér finnst þetta, við höfum að vera að efla fjölbreytileika radda og líka að það sem maður hefur séð til dæmis á gímaldinu er að við þurfum meiri dýpt í fréttamennsku. Það er ekki nóg, þetta er það sem ég tek eftir, því að það eru störf þingsins og allt þetta. Þetta gengur allt út á það að vera með bara frétt, ekki að segja, heyrðu, þessi sagði þetta, við heyrum hans í þessum, dýfkum þetta eins og reynum að búa til mikilvægt dýpra efni sem skiptir líka máli. Ég ætla ekki að vera með djúpt efni hérna, ég var að sprengja ríkisstjórnina á það sem er ekki djúpt. Ég ætla að spyrja þig, ætla þú að fara í framboð fyrir Pírata í borginni? Ég er bara svona að melta þetta hvað finnst þér? Hvað þú að gera? Ég þekki ekki hvort að þið standið þetta í boða. Ég kann ekki að lesa innri mál Pírata. Ég held nú að öllum standið þetta í boða. Ég er svona aðeins að... Ætti formaðurinn ekki að leiða listan? Það er nú reyndar hafa Píratar ekkert alltaf verið þannig að sé ekki allt verið svo við hefum nú aldrei verið með formannaður en við hefum heldur ekkert alltaf farið hefðbundnar leiðir í öllu. En ég er bara svona þess að melta þetta. Ég ákvaða að bjóða mig ekki fram til formanns þarna, er bara svona eins að melta þetta. Gætur þú að bjóða þig fram fyrir aðra flokka, eins og Samfylkinguna? Ég veit ekki, ég er bara ekki búin að ákveða, nei, ég held bara að ég er ekkert að spá í því akkurat núna, ég er að spá í bara því að ég þurfi í rauninni bara að taka einhver skref þegar það er tímabært fyrir mig og bara hlusta á mitt eigið innsæi og það hef ég alltaf gert ég er bara svona að reyna að vera trú einhvern megin tilfinningunni þegar hún kemur nákvæmlega hvað ég vil gera og hvort ég vil fara fram aftur. Ég hef líka íhugað hvort ég er bara að fara að gera eitthvað annað en mér finnst áhugavert að vera þarna. Það hefur alls konar hlutir, borið að góma
hvort að, ég meina, það geta verið sameiginleg framboð, það geta verið, þú veist, það alls konar leiðir sem eru farið í þessu og ég er bara svona svolítið að gefa mig tíma til að melta þetta og reyna að komast að einhverju afstöðu sem er bara rétt fyrir mig, sko. Sem eru ljósið ánur. Það er auðvitað að komast að, ég tala svo mikið, með Ríkisútvarpið. Það svo svakalegt að, sko, á sjómannadaginn, þá eru, sko, sjómannadagsráð hér og þar og þau eru að gefa út blöð svona til styrktar einhverju sem eru með sjómannagarðin eða eitthvað. En nú bara RÚV hreinsart upp. Þeir bara bjóða, sko, þú getur sagt bara 10 sinnum á Rás 1 að þið séuð hérna fyrir bara þennan pening og þá verða bara... Það óskar sjómönnum til hamingju með þetta. Þannig að það var að taka styrktarlínunar af litlu Héraðsfréttablaðunum. Ég byrjaði á Héraðsfréttablaði og þá var þetta, sko, besti tími ársins, það var sjómannadagurinn, því þá vildi allir, ég auðvitað ég með. En svo núna er þetta komið, við fórum til RÚV með þetta. Og þá bara, og þetta finnst mér til dæmis vera að stíga bara langt inn fyrir línuna. Þetta er mjög sjúkur auglýsingamarkaður eða stóri kallinn er að soga, sko, minnsta markaðinn sem hægt að finna. Þá er eitthvað að verðlagningunni hjá honum. Það verður, þetta bara mjög athyglisvert að sjá hvað kemur. Nú er Logi Einarsson búinn að segja að það komi einhver fjölmiðla pakki, en hann á að koma í næstu viku. Hann er hræddur við eitthvað. Það getur eiginlega Hann ætlaði að klára þetta á föstudaginn síðasta. Hann ætlaði að kynna þetta, nú séum þetta sem komið til kynningar. En það hlýtur eiginlega að verða kynnt, ég menn þetta hlýtur að verða kynnt á næstu dögum. Það er eiginlega bara ekki annað hægt, það er allir að bíða svolítið eftir þessu. Það verður að klára þetta fyrir áramót. Allavega við, en ég reyndar, þegar ég var á Kjarnanum, ég var framkvæmdastjóri Kjarnans í 4 ár og við grínumst oft með að við sem, ef ekki bara breyta Kjarnanum í tölvuleik, af því að þá fáum við aðganga meiri styrkjum, af því þá er svona stemming fyrir því að styðja við það og það verður oft í þessu nýsköpunar umhverfi þá er einhver stemming, það var svona sem allir átt að vera að gera og við sem við gerum bara tölvuleik og þarfst að gera eitthvað og svo getur að finna fréttina Kvikmynd að verður 35%. Eða bók. Bara bein útsending frá ríkisstjórnarfundum. En það er alveg fordæmi svona eitthvað að það sé eitthvað utanumhald, eitthvað kerfi sem styður betur við og kannski svona erum við bara rétt að byrja með eitthvað kerfi, styrktarkerfi gagnvart fjölmiðlum sem að virka betur og það er auðvitað ekki takt annað en að taka einmitt RÚV inn í það og það sem ég var kannski benda að vera, þetta er ekki bara einhvern veginn auglýsingamarkaðurinn og ég hef ekki trú á þessu sem ég talaði að ef RÚV einhvern veginn fer af auglýsingamarkaði þá muni það þeir fjármunir sjálfkrafa trítla til annara miðla, það mun ekki gerast sko. En þannig að ég held að við þurfum bara að vera svolítið skapandi í þessu og finna einhverja leiðir en af því að þú spyrir aðan sko styrkina, ég skil þetta þannig að við getum ekkit, ef að gímaldið verður ætlar sér að sækja þessa styrki að það get ekkit gerst fyrir 2027 vegna rekstrarársins 2026 og þú þarft að hafa verið starfandi í 12 mánuði, þannig að það er ekkit sem sem ég er ef þú byrjar í september, umsóknina eru svona í nóvember. Þá ferðu bara svona 1/3 og svo ættu það kannski bara að vaksa þannig að þú ferð kannski bara 1/6 af því sem passar við reksturinn sem er með þá. Þannig að raunverulega er þetta til þess að styrkja stöðu þeirra sem eru fyrir og halda aftur að samkeppni. Þetta er alveg glata. Það hefur auðvitað vantað eitthvað sem stuðlar að nýsköpun í greininni af því að það er líka, það eru auðvitað styrki núna og það er að koma meira í gegnum til dæmis almannaróm, það eru styrkir ef þú ætlar að fara í eitthvað svona tæknilega nýsköpun en það er og fleira þannig en það er þetta kostar líka peninga. Nei, það vantar að sjóður fyrir rannsóknarblaðamennsku, það þyrfti að vera skattfé þarf að fara í þá þegar við erum talað um þetta á að vera stoð lýðræðisins og það á að nú erum við bara brunnið inn á tíma það er Eyrún Dóra Björt og Halla Rund, takk ykkur fyrir að vera hérna. Takk fyrir. Ég ætla að taka hérna á móti tveimur mönnum hérna á eftir. Albert Jónsson var ráðgjafi forsætisráðherra í utanríkismálum og síðan sendiherra bæði í Washington og Moskvu og Guðlaugur Þórðarson var utanríkisráðherra. Ég ætla að tala við stórtíðindi helgarinnar sem kom eiginlega á föstudaginn sem er ný þjóðaröryggisstefna Bandaríkjanna sem er mjög söguleg. Við ætlum að fara aðeins yfir þetta hér eftir augnablik. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
Loftslagsvísir Hellnaskers sýnir að losunarfrekustu fyrirtæki Íslands losuðu yfir 4,7 milljón tonn af koltvísýringi árið 2024 og heildarlosun jókst 9%. Með þessu viljum við minna á ábyrgð og gagnsæi. Gleðileg jól með von minni losun á komandi ári. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Líka með spurningar. Kynntu þér réttindi þín hátíðarnar á www.vafr.is. Ertu með fundi, fræðslu eða kynningar? Vorstjarnan býður baráttuhópum og félagasamtökum aðgang að ódýru húsnæði í 105 Reykjavík. Hafðu samband á vorstjarnan@vorstjarnan.is. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is.
Já, herruðu velkomin aftur. Nú ætlum við að tala, við gætu sagt þetta væri tíðindi helgarinnar. Það var reyndar seint á 50-dagskvöldi á bandarískum tíma sem að þjóðaröryggisstefna Bandaríkjanna var sett á vefinn, eiginlega þegjandi alveg augljóst. Og svo fór þetta að berast svona heiminn og viðbrögð við á föstudeginum og mjög vaxandi núna helgina. Þetta eru svolítið söguleg stefnubreyting sem þarna sett á blað, þótt að það hefði kannski mátt greina stefnubreytinguna áður í svona orðu og æði ríkisstjórnar Bandaríkjanna. En til að ræða þetta eru hingað komnir tveir heiðursmenn sem eiga að þekkja vel til málanna, Guðlaugur Þór Þórðarson, hann var svona eins og utanríkisráðherra, og Albert Jónsson sem var lengi ráðgjafi forsætisráðherra í utanríkismálum og sendiherra bæði í Washington og Moskvu, eða ekki? Jú, það er rétt. Herðu, það er þetta er nokkuð tíðindi, þessi stefna. Já, vissulega, en ég má nú bara byrja annars það, sko, því ég kveikt á tölvunum mín í morgun, snemma, því ég var undirbúið mig fyrir þáttinn. Þá er svo frétt að það er náttúrulega orðið að raknað upp úr þessum viðræðum Bandaríkjanna og Úkraínu. Og leikurinn berst á morgun til London. Og þannig er náttúrulega mjög stór söguleg tíðindi, sko, ekki bara vegna þess að það raknaði upp úr þessi gær og ekki bara vegna þess að það búið að basla í þessu núna í 3 vikur að reyna að fá Úkraínu til að fallast á, ég segi, skilyrði Bandaríkjastjórnar fyrir friði. Heldur að sko Bandaríkin að segja sig frá öryggismálum Evrópu. Og búið að bíða eftir því töluvert lengi, sko, eftir að Trump-stjórnin tók við og öll merki það. Og þannig að það er svona ögurstund, sko, í gangi og morgun þá færist ögurstundin til London sem að Zelenski mun hitta Starmer, forsætisráðherra Bretlands, Macron, forseti Frakklands, kanslara Þýskalands. Og nú kemur fljótlega vonandi í ljós hvort að Evrópuríkin standa við stóru orðin eða hvort þetta er bara þykistuleikur að ætla að styðja Úkraínu vegna sem Bandaríkin eru farin frá Úkraínu. Þú metur það þannig og sérstaklega vegna þess að ekki $1 lengur og ekki gert það. Sérstaklega vegna þess að við slitnaði út úr þessu viðræðum að þá hefur getað verið einhver leiti áfram í Evrópu en þetta þýðir eiginlega að þeir eru. Já, það er ekki að segja þessi farnir frá Evrópu, þeir farnir frá þessu máli og þar með eru þeir farnir frá 80 ára sögu. Þeir hafa verið í 80 ár beinir þáttakendur í öryggismálum Evrópu frá 1941. Hvað gerist 1941? Þeir byrja að styðja Breta með láns- og leigukjörum með hergögn. Þeir koma til Íslands, herfundarsamning við Ísland og í þriðja lagi gera Japanar árás í dag fyrir 80 árum, 7. desember á flotastöð Bandaríkjanna á Hawaii og 80 ára saga er kannski að fara. Og það er það sem ég segi, þannig að það þarf eiginlega ekki að lesa sko nýju strategíuna til að sjá stór tíðindi, þau eru bara að gerast þessa klukkutímana og það er mjög áhugavert að sjá á morgun hvort það er einhvað, eins og ég segi, hvort það er einhver alvara í hlutunum hjá Evrópuríkjunum þegar þau segast alltaf að taka þetta Úkrænumál að sér. En þá ertu vel að segja að ef einhver heldur það að sé að lesa skýrsluna og segja já, þetta er nú eitthvað bara maka texti sem er settur á blað til innanlandsnotkunar, að þú ert að segja það að bara viðbrögð Bandaríkjanna núna í dag og í gær og á morgun eru bara í takt við það sem stendur í þessu skýrslu. Já, en hafa verið í undirbúningi í langan tíma, alveg frá því að hann tók við. Þeir hafa talað alltaf mjög skýrt og þannig að eins og ég segi skýrslan er að mörgu leyti ágæt sko og hún endurspeglar auðvitað stefnu Trump-stjórnarinnar eins og við byrjaðum að tala en hún endurspeglar líka þróun alþjóðamála og þróun alþjóðakerfisins og fleira en þetta finnst mér standa upp úr núna það er hvað gerist í Evrópu, hvað gerist í NATO hvernig ætla Bandaríkjamenn að ganga frá þessu máli. Guðlaugur Þór, ég þurfa alltaf að spyrja svona ráðherra fyrir til ráðherra því hvort þú hefur lesið skýrsluna. Það er eldfimt í dag. Nei, já, ég reyni að hafa það bara sem almenna reglu að við erum ekki að skrökva. Ég skauta aðeins yfir þetta í morgun, ég er náttúrulega búin að vera svolítið í öðru núna og myndi nú ekki missa tækifærin til að ræða þessi mál. Það er mjög stór samantekt svo ég segi það nú hérna hjá Varðberg sem er hérna NATO-félagið á Íslandi og það er ekki bjartsýnn tónn í því hjá þeim. Nei, en bara svona almennt að nú áhugaverðar fréttir sem að Albert er hér að vísa til og ég vona nú að þetta verði nú ekki niðurstaðan en bara svona, það er samt svona áhugaverð svona sögulega sem er ekki mikið í umræðinni að svona
fyrsta, getur sagt, verkefni eða þáttaka Bandaríkjamenn í seinni heimsstyrjöldinni var þegar þeir tóku við að Bretum hér. Og það var áður en að þeir réðust inn í Pearl Harbor, 6 mánuðum eitthvað slíkt sko. En það nú bara sögulegir hlutir. Það sem eins og hefur einkennt Trump, og það ekki nýtt, að sko það rauninni bara gildið það sem hann segir síðast. Og það bara, hann allt öðruvísi, og ég var nú utanríkisráðherra þegar hann var í fyrra forsetatímabilinu og það gekk að vísu mjög vel samstarfi við Bandaríkjunum á þeim tíma. En það lá alveg fyrir að þegar þú varst í þessum miklu samskiptum, ég var bæði í samskiptum við Pompeo og Mattis og fleira, það lá alveg fyrir þegar hún var að kynnast þeim og öðrum þarna að menn voru bara að bíða því þá var það tweeti sko, menn vöknum upp á morgnana með tweeti hvað kom í dag og hann hikar ekkert við það og það allt öðruvísi heldur en í rauninni bæði stjórnmálamenn forystumenn í republikanum og svo sem demokratunum bara almennt stjórnmálamenn að hann hikar ekkert við að skipta skoðun og það truflar hann ekki neitt, það þýðir ekkert að segja heyrðu þú sagði þetta í gæri að fyrir 2 mánuðum eða 6 mánuðum en það breytir því ekki að það sem maður er búið að skoða þessari skýrslu og náttúrulega líka búið að skauta á varðandi umfjölluna þá þetta eins og Albert nefnir að þetta bara þessar áherslur sem að hafa komið fram, ég veist að vísu sko áhugavert bæði hvernig hann nálgast getur satt nýja Monroe-kenningu mér finnst áhugavert sömuleiðis nálgun hjá Kína sem svolítið öðru sér tónn Indland sömuleiðis Austurland eiginlega bara sleppa þessu Já, en hann samt sko Ástralinu voru nú eitthvað að fjallum þetta sko þeir eru hann samt sem var allstaðar að segja og það ekkert nýtt, það kom ekkert með Trump að Bandaríkjamenn segja heyrðu þið verið vinir okkar austanhafs og vestan sko, austan og vestan við okkur þið verðið að bera meiri ábyrgð okkar eigin vörnum og reyndar náttúrulega þannig að ef Evrópa hefði ef þau bara haldir sig við 2% þegar það var markmiðið að þá væri þetta Evrópa alveg í fullum gæti alveg sko verið staðið þetta ekki ágjör Rússlandi Evrópa myndi bara sjá það en núna eru menn komnir bara einhvern veginn allt annað stað, ég held að George Bush eldri hafi nú byrjað á því að fara fram á við NATO-þjóðirnar að þær myndu sko gera meira þegar þeir komu öryggis- og varnarmálum og allir forsetar síðan nú erum við allt í að tala einhver 5% sko, ekki 2% og að því að virðist allir búin að skuldbinda sig til þess að gera það nema þá Spánverjar og við. En í öryggisstefnunni er talað eiginlega að það sé þetta meinum Evrópu ósætti við Rússa. Þannig að hans ráðleggingar eiginlega því ef Evrópa ætlar að vera eitthvað að þá verður það bara að laga samskipti við Rússland. Það segir það. Og þetta bara þveröfugt við stefnu allra ríkisstjórna í Evrópuríkjana í NATO nema Ungverjalands. Nei, það liggur alveg fyrir. Þetta ég meina, Trump bara með aðra áherslu stefnu en hins vegar það sem ég að segja það að það eitt að því sko, hann skiptir hins vegar oft skoðun og hann hefur talað Putin allt frá því að þetta sé góðu vinn og hann sé bara algjörlega vonlaus og allt þar á milli eða hvaða orð hann hafði nú en það breytir því ekki að það alveg ástæður sem menn hafa ágjörð því að hann muni ekki halda stuðningi áfram við Úkraínu, það liggur alveg fyrir og ég vona að spádómur Alberts reynist ekki réttur. Bandaríkin borga ekkert lengur, ekki $1 Ég held að væri mjög óráðlegt að taka ekki mark á þessu. Og öll pressan á Úkraínu. Ég er ekki að segja það, ég er að segja en það að þeir séu algjörlega búin að slíta sig frá Evrópu eftir 80 ár. Já, ég vona það, ef það verður að það verði það stutt. Já, þeir eru búinir að því leyti til að hér er sko mestu átök í Evrópu frá stríðslokum og Bandaríkin ekki með, sko. Það það sem ég að segja. Þeir áreyndi að það fóru þeir. Já, þetta náttúrulega í þessu 80 ára sögu algjörlega einstakt og mikil tíðindi og ég sá í bílum mín að fór ég á síman og þá var sonur Trumps að tjá sig og segja að það væri ekki þetta treysta á Bandaríkin myndi ekki nenna þessu mikið lengur að reyna þessa viðræður og hvað væri. Það tengdasonurinn kannski? Já, nei, ekki tengdasonurinn sko. Já, okay. Tengdasonurinn, hann var ennþá einhvers staðar á Flórída í viðræðum. Nei, það var sonurinn sko. En það ekki, Evrópu gefið... Þetta hefur utanríkisráðherra hann sagt, ítrekað sko. Já. En Evrópu gefið svolítið tónn í þessu. Hérna hefur Varberg hafði fyrir því að þýða smá bút
En þessi efnahagslega hnignun, þar að segja Evrópu, fellur í skuggan af raunverulegri og enn skýrari hættu á siðmenningarlegri útrýmingu. Stærri vandamál sem Evrópa stendur frammi fyrir eru meðal annars aðgerðir Evrópusambandsins og annarra yfirþjóðlegra stofnana sem grafa undan pólitísku frelsi og fullveldi, stefna í innflytjendamálum sem að umbreyta álfunni og skapa sundrung, ritskoðun á tjáningafrelsi og bæling stjórnarandstöðu, hrapandi fæðingartíðni og tap á þjóðinsástandi og sjálfstrausti. Ef núverandi þróun heldur áfram verður álfan óþekkjanlega eftir 20 ár eða minna og þau segja raunverulega þannig að það getur orðið þróun í Evrópuríkjum sem gerir það að verkum að þetta sé ekki hægt að treysta á þessi ríki sem nokkra bandamenn. Hafið þið séð svona kveðju frá Bandaríkjunum? Nei. Svo kemur líka fram í skýrslunni að Evrópa skiptir miklu máli og svo framvegis þegar maður lesa þess að þá kemur hvergi fram nein öryggissjónarmið í því, það bara allt business og þessa pólitík sem þú ert að tala þetta mjög undarlegt og svo skulum líka bara horfa á það að Evrópuríkin þetta hafa bara verið út á kanti í öllu þessu Úkraínumáli núna í marga vikur. Það er aldrei talað við Putin, sko. Nei, ekki talað við Putin vill ekki hafa Putin vill bara hafa Ameríkanana hjá sér. Það gefur honum status sem hann annars hefði ekki því að Rússland náttúrulega ekki stórveldi lengur. Þannig að hann vill ræða þetta bara við Ameríkanana og tala við þá sem mest, sko. Þannig að þetta allt mjög sérstakt og kannski eins og við náttúrulega búast. En það sem í skýrslunum með Evrópu það sagði varaforsetinn í ræðu í febrúar sem var mjög frægt og móðgaði Evrópumenn skiljanlega, stórlega. Við segja hafa Evrópumenn sagt suma þessa hluti og það kannski ekki farið hátt eins og bara Draghi skýrslan þar sem þú ert með Evrópusambandssinna harða federalista sem fer mjög hörðum orðum það hvernig þróun er í álfunni og hvernig þeir eru búin að vera að missa samkeppnishæfni og reglugerðarfarganir. En hann segir það sé ekki Evrópusambandinu að kenna og það verði að auka þjóðinni sinnaða flokka í hverju landi fyrir sig að það sé leiðin. Draghi lagði það ekki til. Nei, hann lagði þetta móti til að Evrópusambandinu yrði nota til þess að auka nýsköpun í álfunni. Nei, það sem að Draghi sagði mjög skýrt að Evrópusambandið hafi gengið allt og langt í reglugerðarfarganinu. Það er ekkert þetta það er mjög skýrt í því og við erum að sjá í Evrópu og það hefur breyst, ég satt nú bara í gærmorgun með vinum mínum sem að býr í Þýskalandi sem var að segja frá þess að breytingu bæði í pólitíkinu og umræðinu hjá fólki og þannig að það er alveg rétt að svona sendingar hafa ekki komið frá Bandaríkjunum og mannlegt að sjá þetta svona í hispurslaust í svona texta en það breytir því ekki að við vitum að það er náttúrulega margt af þessu sem þarna verið rætt hefur náttúrulega rætt í stjórnmálum í Evrópu en stóra málin náttúrulega er þetta hvernig mun hann haga sér þar að segja Trump, gagnvart Putin og Xi það er rauninni bara þegar á hólminni komið ég nú einhvern veginn metið að þannig að þessi áhersla á Ameríku sem náttúrulega svona nýja Monroe-kenningu að það sé nú líka skilaboð til Kínverja að láta þau svæði í friði því að það eru viðbrögð við það er eiginlega flest af þessum löndum eru með meiri viðskipti við Kína en Bandaríkin í dag. Svo hefur farið svolítið undir radar eins og BRICS sem er unni bara það sem út með Rússland og Kína, Brasilíu, Indland sem eru skipulega graf undan dollarnum. Það er nú eins og tekið hérna upp af skýrslunar tekið fram að vilja viðhalda dollarnum eins og hann er. Því að það er ekkert sjálfgefið að það verði. Og en það sem að þó svo þeir sem að studdu Trump á sín tíma og hafa stutt og styðjarinn að þeir eru ekki sammálunum til dæmis nálgunum varðandi Rússland og annars slíkt, menn er alltaf að vonast til þess að hann skipti skoðun einhvers staðar á leiðinni og sem hann gerir stundum. Hann gerir það stundum. En samt er þessi svona lína búin að vera hans megin lína eiginlega frá því hann tók við aftur. Já, svo eru þarna hluti þarna sem er náttúrulega sem að allavega ég hef áhyggjur af að hann náttúrulega trúir á tolla og hann er bara á móti þessu alþjóða viðskiptakerfi eins og þekkjum og vill nota tollana sem pólitískt verkværi. Það eru Bandaríkjamenn sem hafa alltaf verið þeir sem hafa kannski Bretar en aðalega Bandaríkjamenn sem hafa keyrt í rauninni alþjóða viðskiptakerfi og gert alveg frá lokun seinni heimsstyrjöld með Bretton Woods stofnunum og öðru slíku og ef að menn og það sem ég hef ágjörð því hann verður ekki hérna endalaust en ég held að þetta sé hins vegar stefna sem að
virðist vera búinn að grafa svolítið sig og hann algjörlega búinn að breyta republikanaflokknum hvað þetta varðar. Þetta kom inn í þjóðaröryggisstefnu Bandaríkjanna eiginlega að allar alþjóðlegar stofnanir og alþjóðakerfið sem Bandaríkjamenn byggðu upp eftir þetta stríð, að það sé óvinnur. Það áhugavert. Þetta eiginlega stríðsyfirlýsing gegn alþjóðlega kerfinu bara eins og það leggur sig. Ég get ekki lesið betur. Ég hitti eins og Henry Kissinger á þeim tíma þegar að Pat Buchanan var að vinna fyrstu forkostingarnar og hann var ekkert með svona ósvipaða línu og ég spurði hann hvort að það er líkur á því að Pat Buchanan geti orðið forsetafni Bandaríkjanna eða republikanaflokks og hann sagði það er ekki séns. Í báðum flokkum, republikanaflokkum og demokrataflokkum eru element sem sjá til þess að svona einangrunar sinnar þeir komast ekki dális. Svo er ekki lengur sko, því að það var munið nokkið miklu að Bernie Sanders skildi nú vera forsetafni demokrata í fyrri dæminu. Þetta bara mikið breyting og ég ekki að draga úr áhyggjum ykkar, það ekki þannig og ég ekki að segja að ég hafi ekki áhyggjur af þessu. Og svolítið vona þessu linni þegar Trump hættir. Ég held að Trump muni hafa djúpstæðara áhrifin svo að þetta færi bara allt með honum sko. Þá komum við líka öðru sko. Sumt að þessu náttúrulega bara þróun sem hefur verið í gangi og mun halda áfram. Til dæmis grundvallar breyting á alþjóðakerfinu sem náttúrulega reis Kína. Kína lang öflugasti segjum sér keppinautur, en það talað keppinautur, eitthvað anstæðing, sem að Bandaríkjamenn hafa nokkuð tíman hort saman. Sovétríkin voru bara dvergur í efnahagslegu og tæknilegu tilliti, dvergur. Kína ekki bara að verða mikið herveldi, heldur þeir náttúrulega stórveldi á tæknisviði og viðskiptasviði og svo framvegis og beita sér í krafti fjármuna allan heim og þannig að þetta allt annað en við höfum hort framan í áður. En hins vegar, skulum líka muna það, 1880 stóðu Bandaríkin undir 25% af heimsframleiðslunni þau gera ennþá, 5% af mannkyninu. Jú, en það fór að herra á millitíðinni. Já, þetta búið þetta aðeins upp og aðeins niður, skilur þau. En þetta náttúrulega mjög merkilegt og öðru lagi þá náttúrulega eru Bandaríkin langöflugasta herveldið í heiminum. Þannig að sumt af þessu náttúrulega bara partur af þróun, sumt af þessu óbreytt, en það breytir ekki því að í Evrópu eru miklar áhyggjur af því hvar þetta endar, þessi stefna Trump-stjórnarinnar endar, eins og ég sagði áðan. Vísbendingarnar eru ekki bara vísbendingar, þeir eru farnir frá Úkraínumálinu. Þeir eru farnir frá þeim. Já, því að þú nefnir þetta með sveiflu, hlutdeild af landsframleiðslu í heimsframleiðslunni, því að getið þetta í skýrslunni að Evrópa hafi fallið frá 1990 og 24 í 14, að þá fór ég náttúrulega aðtuga hvar Bandaríkjamenn væru og þá voru þeir eitthvað starf kring 28 og komin í 22, en það ekki sama fallið, en þetta samt að gerast. 5% af mannkyninu, sko, og færri en Evrópusambandsfólkið, sko, þannig að þetta náttúrulega gífurlega öflugt hagkerfi og það lang öflugasta sem til í heiminum ennþá. Þó að þáttur í Kína. Okkur langar kannski mest að tala Evrópu, þá skulum við samt kannski tíðindin snúið af Ameríku eins og þú ert að benda á. Og það með fólk þekkir Monroe kenninguna að önnur stórveldi megi ekki ná neyti fótfestu á okkar í okkar heimsálfu. Og Roosevelt kemur svo með viðbótar að það sé réttlætanlegt að hafa afskipti að stjórna því hverjir stýra þessum löndum og þó þannig að það sé lýðræði, ég veit ekki alveg hvernig það náði saman, en við þekkjum afleiðinginni náttúrulega gríðarlega afskipti Bandaríkjanna. Svo ekki utanakomandi afskipti af vesturhveli. Og núna kemur Trump með það og sem horfir fram á það að í flestum af þessum löndum eru meiri viðskipti við Kína heldur en Bandaríkjanna. Og hann byrjaði náttúrulega á því að reka Kínverja frá Panama-skurðinum, þar sem að Panama-stjórn hafi gert samninga við kínverskt fyrirtæki til þess að reka skurðin. Og núna ætlar hann augljóslega að fara einbeita sér að því að draga úr vægi Kína í Vesturálfu. Það kemur fram. Á Vesturhveli, meina. Á Vesturhveli. Og hann ætlar að blanda saman pólitík og business og ykkur fleiri sem hljóma nú eins og svona þessir samningar sem hann að gera. Maður alveg hættur að greina munin á pólitík og business í honum. Þannig það eiginlega stóra stefna sem hann setur. Þetta bara partur af langri sögu, sko. Og þetta interessant að horfa á þetta í sögulegu samhengi. Bandaríkin hafa skiptu sér af málefnum Evrópu. Af hverju? Vegna þess að þau sáu fram á það væri að rísa stórveldi í Evrópa, það var Þýskaland og síðan var það Sovétríkin sem gætu ógnað vesturhveli, sem við erum að tala Þess vegna fóru þeir af stað og þess vegna hófu þeir þessa þáttöku í 80 ár sem ég var að tala áðan í evrópskum öryggismál. Og
Þannig að sagan að endurtaka sig að mörgu leyti, við ekki gleyma því sko, hún þarna. Vegna það bara núna Kínverjar eru svo sterkir, að núna eru Bandaríkin komin í vörn á vesturhveli sem hafa ekki verið í áður. Þeir hafa verið dóminerandi stórveldi og eru þannig ennþá á vesturhveli og ætla ekki að láta Kínverja en hérna annað, áður var það Mexíkó sko, svo Þýskaland og ætla ekki að láta Sovétríkin gegnum Kúbu, Níkaragva og allt þetta. Það var bara ekki að gera. Þetta önnur staða heldur en að hindra það að Þýskaland geti orðið svo mikið stórveldi á sinni álfu að það geti ógnað okkur hér. Þannig að Rússland ekki arftaki Kínverjarnir eru komnir lengra heldur en að var áður. Rússland ekki arftaki Sovétríkjanna. Rússland náttúrulega ekki neitt miðað við Sovétríkin eða Kína. En síðan sko þeir rýta svanni á það vissu. Já, þannig þetta bara. Og núna á að koma í veg fyrir að Kína ná þessu ítökum á vesturhveli og Bandaríkin ætla að koma í veg fyrir það líka að Kína verði dominerandi í Austur-Asíu. Það verið að færa alla áherslu Bandaríkjahers yfir á Kyrrahaf. Asía-Kyrrahaf eins og kemur fram í skýrslunni langstærstu parturinn af heimsframleiðslunni þar og svo framvegis. Þannig að þessar stóru breytur að eiga sér stað og stefnan endurspeglar það sem mjög áhugavert sko. En síðan kemur þessi sérstök áherslu Trump-stjórnar. En það náttúrulega líka, sko, ef að þú horfir bara á þetta og það sé eitthvað markmið að ég getur sagt vestræn lýðræðisríki að þeim sé ekki ógnað að þá Kína miklu meiri ógn heldur en Rússland en ef að Evrópa og Bandaríkin sem hafa náttúrulega verið að vinna þétt saman og verið í mjög langan tíma að þá gætur alveg sagt það bara mjög eðlilegt að Evrópa haldi aftur Rússunum til þess að Bandaríkjamenn geti einbeitt sér að Kínverjunum og Kínverjar eru því að þeir eru með næststærsta herafla í heimi, ég held ég verið að sjá eitthvað núna að þeir væru konið fram úr Bandaríkjunum þegar kemur að flotanum og þeir eru með mjög skýra stefnu, kínverski draumurinn gengur út af það að þeir séu númer 1 eða 2 í heiminum og þeir eru búin að vinna mjög skipulega þessu með belt og braut sem fyrir nú minna fyrir núna og bara með skýri stefnumörkum hvað þetta varðar. Svo geta menn haft skoðun á því hvort það gangi eða ekki en svona ég held að það sé ekkit enga deilur það að þetta sé svona staðan sem uppi og þannig að en það sem hins vegar sko Trump og munur á Trump og þessum forystumönnum leiðtogum sem eru svona úr svona einhverju hugmyndafræði að hann lítur bara á þetta sem business bara þarna sko eins og bara viðskiptamaður bara ok, ég með styrkleika hér og ég meina að þegar kemur að tollunum þá hann rétt fyrir sig að því leitin til það vinnur engin viðskiptastríð við Bandaríkjamenn vegna þess að þeir eru svo lítlir útflytjendur þeir flytja svo mikið inn Ég held að hann hafi brett sig svolítið á því að þú ferð heldur ekki í viðskiptastríð við Kína sko Þar Bandaríkin hafi ekki aflið í það. Já, það nefnilega, þar ertu komin alltaf með bara að menn hafi líka sofið á verðinum til dæmis með bara ákveðna vörur. Þú hefði getað gert það kannski 2010, þú getur ekki gert það 2025. Já, ég menn það meðal hans út af ástæðum að menn hafa sofið á verðinu þegar kemur að í rauninu svona ákveðin svona grunn hlutum, hvort það séu málmar eða annað slíkt, svona í virðiskeðjunni sem við þurfum á að halda. Og nóg til af í Bandaríkjunum, það bara ekki verið að vinna á. Og á vesturhveli, og það hluti af stefnunni að einbetta sér að Ameríkonum að ná þar í málma. Svo Guðlaugur segir, þeir hafa sofið á verðinum, hvað var þess að sjálfgæðu málma eins og það er kallað. En það ætlar að gera það svona heimavelli. Já, og þetta breyta því að mikið til að þessum málmum í Þess vegna er líklega það kemur sko talið Kanada og Grænland verður allt í einu skiljanlegra í þessu samhengi. Já, þetta er alveg skýrt og þarna að en sko staðan er bara þessi að þú snýr þess ekki við á einu augabragði og Kínverjar ennþá og Kínverjar er svo sannarlega notfæri sér þetta þannig að þegar að hann hjólaði Kínverjum fyrir nokkrum mánuði síðan þá beittur þessu og bæði gagnvart Bandaríkjamönnum og Evrópu þeir Kínverjar líka gríðarlega sterkir innan Evrópusambandsins og þetta er allt tilkomið vegna þess að þeir eru búið að vinna þessu skipulega mjög lengi. Þeim finnst þetta ekkert skrítið sko, þeir myndu segja við sko undanfarið 3000 ár höfum við eiginlega verið öflugasta ríkið fyrir þetta niðurleggingatímabilið stutta. Já, það er ekkert skrítið sko. Það er þeirra sjónarmið en eins og það sem að það er allt í fína lagi að þjóðir séu með metna og annað slíkt. Það sem að vandinn eins og sá að þeir eru með aðra hugmyndur stjórnkerfi heldur en aðrir. Allavega heldur en við. Og þeir líta öðru í svo mannréttindi, lýðræði og svo framvegis og þeir líta svo á að þeirra módel sé valkostur við módelið okkar
í því náttúrulega meginmunur og það verið að takast á þetta í grunn. Ef þeir væru eins og menn trúðu þegar kom ritgerðin End of History að þeir voru á fleygiferð að verða með svona svipuð gildi eins og við að þá var spennan minni. Varðandi þetta þá kemur það fram í kaflanum Mið-Austurlönd að Bandaríkin eru ekki að fara að setja vestrænt lýðræði í Mið-Austurlönd. Þessa þjóðu verður bara að hafa eins og þau vilja það stendur í skýrslunni. Sama með Afríku. Það er rauninni að segja með Afríku við höfum bara verið við höfum verið að halda að þeim okkar hugmyndum. Það er verið að stoppa valdaskipti í löndum og stríð út af svona hugmyndalegri hugmyndalegum ástæðum eins og þú ert að vísa til hér. Heldur það bara hagsmuni Bandaríkjanna sem ráða því? Já, í rauninni þetta kannski, og það er kannski ekki nýtt að þú getur alveg sagt að menn hafa sérstaklega í kalda stríðinu að þá voru menn sem að íslenski, þetta kannski tíkarsonur en þetta okkar tíkarsonur var nú sagt einhvern tímann en hvert það leiðir okkur veit ég nú ekki, vandi náttúrulega að því að skoða hann stuttu kaflinu Afríku þeir eru ekki fjalla mikið það en hann er mjög skýr að vandinn þar og ég held að það sé mjög erfitt fyrir þá álfu að koma sér á stað þar sem hún villar á meðan að þú ert með þessa miklu spillingu í stjórnkerfinu og stjórnvöldum og ef menn segja ok, gott og vel, það er ekkert hægt að eiga við það sem að þessu sannarlega ekki gengi vel hvort að það hafi góð eða slæm áhrif veit ég ekki en þetta verður og auðvitað er það þannig að það er óraunhæft fyrir stórveldi einhvern veginn að breyta hlutum í öðrum ríkjum og engin einföld lausn í þessu. Þetta er eins og skrifa frekar svona skýrt út. Þeir eru að setja punkt fyrir aftan það að við erum ekki að fara að útbreiða vestrænt lýðræði í heiminum, punktur. Og annars sem er búið að stoppa er svo kallað Forever Wars sem hafa kostað Bandaríkin $6 triljónir og hafa mjög góð rök fyrir þeirri stefnubreitingu skilur en síðan náttúrulega eitt er að skrifa eitthvað strategíu og svo hann komið fram að það er ekki alltaf að marka hvað Trump segir og hvort hann gerir svo það sem hann er búin að segja alltaf að gera eða hvort hann gerir eitthvað annað, ok, hann er ekki einnum það alveg, en svo gerast atburðir í veröldinni sem En myndur ekki samt segja að við ættum að taka marka á þessari skýrslu? Þetta er stefna Ég var að segja það, hún er ágætt að margu leyti, hún segir ákveðna sögu um þróun alþjóðamála, þróun alþjóðakerfisins og hvar Bandaríkin standa og hvar þau standa veikt og hvar þau standa sterkt bara mjög fínn pappír á mörgu leyti. En þurfum þið til dæmis í Sjálfstæðisflokknum ekki svona aðeins að velta fyrir ykkur utanríkisstefnuna þar sem að samskipti við Bandaríkin hefur verið grundvallaratriði í ykkar utanríkisstefnu bara frá stríðslokum? Ég meina þetta eru þau tíðindi að það verður að fara að skoða það er ekki að halda áfram bara sömu stefnu. Við langaði einmitt að koma að þessu það er alltaf þegar ég segi svona pappíra sérstaklega frá Bandaríkjamönnum þá lítið Arctic Ísland og svona, það er ekki minnst á þetta skiljanlega, áttur ekki vona að það er minnst á Ísland en norðurslóðir átti ég vona á það voru fyrirferðarmiklar í samskona skýrslu á Biden til dæmis það var vegna þess að Biden letaði Rússa sem ógn en þegar þú gerir það ekki þá skiptir norðurslóðir skipta Trump-stjórnina gífurlega miklu út af auðlundum út af auðlundum og þeir eru eitt sem að Trump-stjórnin hefur gert náttúrulega ásælið Grænland sem segir sína sögu áhuga þeirra á norðurslóðum Þeir eru búinir eftir margra ára vakl og tafir hefur búið að ákveða að kaupa 10 ísbrjóta, það er keyptir á Finnum Þannig, og Bandaríkjastjórnin, Trump-stjórnin eru ekki hætt í neinar æfingar eða neinar fyrirætlanir á norðurslóðum. Bandaríkja eru verið alltaf aktífari á norðurslóðum. Þannig að það er engin breyting á þessu. Og áhugir er náttúrulega líka á norðurslóðum vegna hvers. Alaska er á norðurslóðum sem er nú ríki í Bandaríkjunum og ansi stórt og myndalegt. Þannig að þó að þessi ekki minnst á norðurslóðir í skýrslunni þá skipta það feikjala miklu máli. Og þú ert að tala um Ísland. Ég hef sagt það það er engin ástæða til að ætla annað en að Bandaríkjamenn vilji hafa þá viðveru sem þeir hafa hérna núna áfram. Það er engin ástæða. Við erum á öryggisvæði Bandaríkjanna. Við erum á áhrifasvæði Bandaríkjanna. En ef ég má kannski aðeins koma inn á þetta. Ef við út að hugsa um hagsmuni Íslands, þá verða menn að hugsa til langstíma. Þú getur ekki verið að breyta utanríkisstefnunni eða hagsmunamatinu eftir í hverju kosin á hverjum tíma. Sumarleiti er þetta breytingar eins og Albertur bent á sem hafa verið lengi á leiðinni. Já, heyrðu, það breytir engu með það að Churchill hafði alveg rétt fyrir sér. Þeir þurfa ekki að breyta stefnunni. Þá spyr ég bara um NATO. Nú hefur þetta mikil áhrif á NATO. Bandaríkin hafa verið hryggjastykkið í NATO og NATO án ákafa Bandaríkjana til þess að vera þar
náttúrulega bara eitthvað allt annað fyrirbrigði. Sko það er náttúrulega lengi var það náttúrulega hugmyndin að Evrópumenn, og hefur alltaf verið, að Evrópumenn myndu bera ábyrgð á sínum eigin vörnum. En síðan voru menn að vinna saman í þessu, eins og ég nefndi áðan, ef að menn hefðu gert það, ef að þjóðir Evrópu hefðu gert það, að þá væri, hugsanlega Úkraínustríðið ekki komið, sko. Maður veit það ekki. Þarna, og það að þessi nýja ógn sem með Kína og í Kyrrahafinu, það var náttúrulega auðvelt að eiga við það, eða Evrópa væri sjálfur sér nóg þegar kæmi að vardamálum. En bara með Ísland í norður Atlantshafi. Menn hafa tilhneigingu til að gleyma því. Við erum ekki í miðri Evrópu. Hvað það að glemma því? Nei, þegar menn til dæmis að ganga inn í Evrópusambandið og einhverja alltaf áherslur. Það er bara þannig að nú vitnaði hérna í Albert Jónsson í þingræðu að þar sem hann sagði að gamall nemandar kom og sagði að ég man það alltaf Albert Jónsson kennari minn sagði það að utanríkisstefna hverra þjóða byggði á þeirra hagsmunum. Það væri það sem og í grunninn það auðvitað þannig. Ástæðan fyrir því að Bandaríkjamenn komu hér og ástæðan fyrir því að þeir hafa lit til okkar eru líka þeirra eigin hagsmunir. Og það skiptir þess að máli að við séum meðvituð það hvaða þjóðir eru með sameiginlega hagsmuni okkur og það eru Bandaríkjamenn, það eru Kanadamenn, það eru Norðmenn, Danir og Bretar. Þannig það og þá áttu auðvitað að rækta tengsli með þessa þjóðir og bæði út af öryggis- og varnarhagsmunum með mörgu öðru og þú menn hafa líka tilhneigingu til að gleyma því sem staðreynd og ég fann þá á eigin skinni sem utanríkisráðherra að stofnanaminnið meira segja svo stóra þjóðum er ótrúlega lítið. Og til dæmis þegar ég kom inn í utanríkisráðuneytið þá voru nær engin samtölu eða samstarf á pólitíska sviðinu milli Íslands og Bandaríkjanna og Íslands og Bretlands vegna þess að menn voru alltaf uppteknir af því að mönnum langaði innan kerfis að ganga inn í Evrópusambandið sem að því miður er ekkert sem bendir svo það er ekkert að gera með þessa skýrslu en það er ekkert sem bendir til þess að þeir sé að ná þeim markmiðum sem þeir lögðu upp með. En þessi sameiginlegu hagsmunir Bandaríkjanna og þú nefndir Danmörku Danmörku, Grænlands, Færeyja Bandaríkjanna og Kanada það er aftur að fara að setja spurningamerki við það? Já, ég held nú samt sem ára þegar það er náttúrulega mjög óvanlegt og þó ýmsu að gengi á ef við förum í söguna í samskiptum Bandaríkjanna og Kanada að það har aldrei verið kaldara allavega ekki held ég okkar manns ævi og alltaf verið mjög hlýtt á milli þeirra en ég held nú að ég nú ekki trúa því að þó að við höfum verið að menn muni nú fórna öryggishagsmuni beggja vegna þess að þeir hafa náttúrulega sömu öryggishagsmuna Bandaríkjanna og Kanadamenn Hagsmunir Bandaríkjanna og Íslands tengdust vegna ógnarinnar frá meginlandinu sem ég nefndi á og þess vegna kemur Bandaríkjaher hingað í júlí fyrir 80 ára. Og hann fór vegna þess að það var svo okkur að fara. Hún var horfin og hún er ekki komin tilbaka vegna þess að Rússland er ekki átarki Sovétríkjanna en strategískir hagsmunir Bandaríkjanna á norðurslóðum eru náttúrulega alveg skýrir og feikilega miklir og við höfum líka hagsmuni á norðurslóðum sameiginlega með Bandaríkjanna sem er vegna þess að norðurslóðir og hernaðarlega staðan þar, hún tengist stöðuleika og öryggi í Evrópu. Sko, stór faktor í umsvifum Bandaríkjanna og NATO hefur verið lengi á norðurslóðum er að sýna Rússum núna, þess að áður var að Sovétríkjunum fram á það að komi til átaka milli NATO og Rússlands, Sovétríkjanna á meginlandi Evrópu þá verði ráðist á djásnið í krúnunni sem heitir Norðurfloti Rússlands og hann er upp í Barentshafi og í Múrmansk og það er alltaf verið að efla möguleikana til þess að gera þetta. Þannig að þetta hangir allt saman og við eigum þessa hagsmuni ennþá með Ameríkonunum og með öðru NATO-ríkjum og þau með Ameríkonunum. En Bandaríkjamenn eru svolítið pirruð yfir stöðunni sem er í hvernig ákvarðanir teknar norðurslóðir þar sem þeir eiga bara 15% í gegnum Alaska af svæðinu sem að snýra af þessu svæði. Kanada sem þeir líta á sem eitthvað Trump lítur á sem eitthvað algjöran vesaling og þetta er bara að vera fylki í Bandaríkjunum. Svo Danir með Grænland og Noregur. Ég heyri ekki með svona tónnin frá Trump-stjórninni það að við ættum náttúrulega að sitja með helminginn á móti helminginn sem að Rússar drifna. Það samstarf er ekki með þeim hætti. Samstarf byggir... Þeir vilja það.
Já, ég er ekki séð slíkar hugmyndir, bara eins út af norðurslóðum. Þetta er ekki bara rússar. Rússar hafa vísu verið mjög mikið að efla sig þar og hnykla vöðvana og það tengist okkur með beinum hætti. En Kínverjar hafa sömuleiðis í mjög langa tíma, að þið talandi ísbrjóta, verið að byggja risaskip til að, og bæði eru þeir, hugsanlega munu vilja sigla, þar að segja norðausturleiðina og þá frá Rússlandi, en svo er líka hugmyndir það að sigla bara beint í gegn og þannig að það hefur þetta svæði, norðurslóðir farið úr því að vera lágspennu svæði í það að, það er í það minnst að koma meiri spenna svo ekki sé dýpra í áni tekið og ég held að Bandaríkjamenn með sama hverju stjórnvölin, þau með vera mjög barnaleg ef þau líti ekki til þess. Bandaríkin skilgreina Ísland sem hluta á sínu áhrifasvæði. Hvað þýðir það, Albert? Ég hef ekki séð og skilgreina það. Bara liggur bara fyrir við erum það. Hvað felst í því? Það felst í því, ég meina það reyndar ekki áhrifasvæði á sama tagi og Rússland vill að Úkraína veri hluta af og það svona, hvað eins og það er sagt af eins og Malæn áhrifasvæði, gert auðvitað með sameiginlega og grundið sameiginlega hagsmuni eins og við erum að tala og sameiginlega gilda og svo framvegis. Það er ekki einhver fantabröð í Það er ekki reynt á það. Nei. Ef að stjórnmálaþróun það er ekki reynt á það vegna þess að hagsmunirnir. En núna náttúrulega eru hlutir að breytast, hugsanlega, sérstaklega varðandi NATO. Eins og þú nefndir, það er náttúrulega stærra vandamál fyrir okkur heldur en... En áður ef við förum í NATO, þá var það bara þetta með að vera inn í áhrifasvæðinu, vegna þess að svo ég vitnum aftur í Varberg sem er svo góður í að þýða bút úr skýrslunni. Bandarísk utanríkisstefna ætti áfram að standa vörð ósvikið lýðræði og tjáningarfrelsi og fagna afdráttarlaust sérkennum og sögu einstakra Evrópuþjóða. Þetta er í takt við það sem að varaforsetinn var að tala í München. Bandaríkin hvetja pólitíska bandamenn sín í Evrópu til að stuðla þessari andlegu endurvakningu og vaxandi áhrif þjóðernissinnaðra flokka í Evrópu gefa sannarlega tilefni til mikillar bjartsýni. Þannig er náttúrulega verið að vísa í AfD í Þýskalandi, umbótaflokkin í Bretlandi. Miðflokkinn á Íslandi, heldur að þið í sjálfstæðisflokknum séu réttu megin línunar frá Trump-stjórninni séð? Ég ætla nú ekki að leggja neitt út frá þessu og þetta er náttúrulega þínar greiningar hér sko en... Ég er bara að lesa úr skýrslunni sko, hvers konar flokka, þjóðirni sinnaða, ESB sinnaða flokka sem eru með harða innflytjendastefnu, það eru þeir sem að þeir vilja ná í völdum í Evrópu. Þetta er náttúrulega mjög, þetta er ekki, þetta er öðru sem við höfum áður séð, það sem að þeir eru í rauninni að segja svona bara, svona gefa einhverja línu til Evrópu og vanalega er nú þannig að þegar að slíkt er gerst þá hefur það þveröfug áhrif. Við munum það þegar Obama kom og skipti sér að Brexit-kosningunni. Það hafði þveröfug áhrif og þannig að ég veit ekki hvaða afleiðingar þetta hefur. Þetta held ég að þetta er kannski ekki stærsta máli í þessu. Bara enn og aftur, NATO sko, við komum aftur að því. Sko, af hverju hefur NATO gengið upp? Og af hverju hefur NATO haft áhrif? Það er að Bandaríkin hafi verið sterk. Því að ekkert ríki er voldugt í NATO eins og Bandaríkin. Bandaríkin hafa getað náð fram ákvörðunum, mótað stefnuna, ekki bara með einhverju frekju og yfirgangi, heldur vegna þess að þeir eru þeir sem standa á bak við hana. Þannig ef að Bandaríkin draga sig tilbaka, þá getur allt farið upp í háa loft í NATO. Það mun veikja NATO, ekki bara einhverju hernaðarlegum skilningi, heldur pólitískum skilningi. Á þessu leyti til þá er þetta forysturíki sem hafi meiri vikt en okkur annað í NATO, ef það er farið, sem ég er ekki að segja þessi að fara frá NATO, en þeir eru sannarlega farnir frá Úkrænustríðinu, því miður, og það mun auðvitað hafa áhrif á samskiptin milli Bandaríkjana og Evrópuríkjana í NATO, þannig að við ætlum að sjá hvernig vinst úr því, en Bandaríkin eru að fara frá Úkrænumálinu og sem er langtíma þróun eru að snúa sér sífellt meira að Asíu Kyrrahafi, þar sem þeirra hagsmunir eru miklu augljósari heldur enn í Evrópu. En eigum við að taka mark á þessari línu sem kemur frá Washington stjórnmálaþróun í Evrópu og við vitum alveg að það eru Orbán hefur verið að ávarpa republikana flokk Trump, Meloni, Farage er bara hann farið tvisvar í mánuði til Washington. Og það er alveg ljóst hvers konar flokkar þetta eru sem að vill svo til að þetta er eiginlega sömu flokkarnir eru sakaðir það að njóta stuðnings Pútín. Já, en áhugavert að því að... Er það ekki svolítið sérstök staða í stjórnmálum Evrópu að Rússlandsstjórn
og Bandaríkjastjórn sé að styðja sömu stjórnmálahreyfingarna til valda? Ég held nú samt sem að það er áhugaverð úttekt á Meloni í The Economist sem inni bara segir sko hún hafi verið mjög svona vilhöll og verið verið svona svipað eins og þú sért að lýsa henni þegar hún komst eins og til valda þá var hún svona eins og hefðbundin stjórnmálamaður og allavega það blað hefur ekki áhyggjur af henni. Ég veit ekki með... Hún hefur verið svona varkar og yfirlýsingu til þess varðandi Úkraínu heldur en Orbán eða... Já, hún hefur verið bara mjög svona hefðbundin, hún hefur verið bara mjög svona... Eða Vox. Já, bara verið svona eins og Berlusconi eða eitthvað slíkt sem... Það veit ekki því að Evrópuríkin eru klofin í þessu máli, það eru klofin hvað varðar Úkraínu. Þetta er eiginlega bara sko Eystrasaltsríkin og Norðurlöndin og Þýskaland, Frakkland, Bretland, Suðurríkin til dæmis eru alls ekki í sömu stellingum af sömum skiljanlegum ástæðum en hvað er eining bandalagsins? Nú síðan er Orbán nefndur og Slóvakar eru líka og einhver út í skurði næstu því í þessum málum. Þannig að þetta eru auðvitað miklu veikleikar í Úkraínustríðinu. Það er ekki bara Trump sem er að valda vandræðum í hvað það varðar. Það eru náttúrulega Evrópuríkin sjálf, þau eru klofin í þessu máli. Það er náttúrulega endurspeglast í rauninni klofningu sem er inn í Evrópusambands sem lítið verið í umræðinni og það er alveg rétt eins og Albert nefnir að þegar kemur á NATO að ef Bandaríkjamenn hefði ekki verið í NATO ég veit ekki alveg hvernig þau mál hefðu þróast en ég hugsa samt sem ára því að hvort að Bandaríkjamenn ætla að kippa sig út úr NATO þeir hafa nú líka hagsmuni sem vilja halda í ég ítreka að ég er ekki að spá því en það er svolítið munur á því hvort að Bandaríkjamenn séu eins og voru kannski fyrir 10 árum og þar á undan eða hvort að þau séu svona með hálfhangandi hendiðan inni að í rauninni getur sagt þá er forystu kreppa í NATO og hver tekur forystuna? Eins og kemur fram í þessari skýrslu þá segir rauninni bara 2027 þá verður þið vera bara búin að taka við þarna vörnum Evrópu. Það er bara á morgunum þeim. Já og Evrópuríki segja við halló þetta er allt of snemma og rauninni er þetta svona trömplegt að segja bara ég nenni ekki að býta þessu lengur takk ég bara yfir þetta og auðvitað en hversu raunhæft það er þarna veit maður ekki en hins vegar er mikil gjá að því að íslenski fjölmiðlar hafa svona tilhneigingu til að tala um Evrópusambandi sem eitthvað svona fallegt fjölskyldu jólaboð sko en það er alls ekki þannig og það er gríðarlegur munur á milli Norður og Suður Evrópu og líka þeirra ríkja sem að borga inn í bandalagið og þeir sem að taka síðan úr því sem þarna og við erum náttúrulega miklu meira samheldandi ef að svo illa færi að við myndum gangi Evrópusamband sem vona verði aldrei að þá myndum við vera með þeim ríkjum sem borga í það sem er á allt öðrum stað. Þannig að Úkraínu stríð er ein birtingamyndin en þetta er ekki eina birtingamyndin klofning innan Evrópusambandsins en þegar að þú er komin líka með þessa spennu og við vitum það öll að útlendingamálin hafa valdið spennu ekki bara hér á Íslandi heldur allstaðar í Evrópu og meira þar að þá fara svona fyrir að hrikta í stóðun. Ertu sammála hérna þessari þjóðaröryggistefnu að Evrópa sé í hættu á siðmenningalegri útrýmingu? Ég kannski hef nú ekki litið þannig á það en hins vegar liggur alveg fyrir að þegar kemur að Evrópu ef við erum að tala um Evrópu það er mjög mismunandi lönd í Evrópu en það er algjörlega ljóst að allar fyrirætlanir að vera samkeppnishæfasta svæði heims og vera hér í forystu öllum sviðum ekkert það sem við gengi eftir og orkan sem farið í þessa endalausa sértrúarstöfnu að búa til eitt bandalag Evrópu hefur eins bara gríðarlega skaðlegt og það er mjög líka sérstakt að öryggis- og varnarmálin hafi verið algjörlega bara í öðru eða þriðja eða fjóraða eða fimmta sæti, ég veit ekki hvar það hefur verið og þeir hafa ekki sýnt neitt metnað á því sviði. En núna nefndir það bara í fanginu á Evrópu að móta einhverja sjálfstæða öryggistefnu fyrir Evrópu án Bandaríkjanna eða þú veist án þess að Bandaríkja bara sjá það hingað til við erum bara undir öryggistefnu Bandaríkjanna. Það er útilokað að Evrópusambandi verði eitthvað öryggis- og varnarbandalag. En ég meina þú takir bara Evrópulöndin inn í NATO þá er ekkert líklega að það er mjög ólík sjónarmið hérna Norrænulandana og Eystrasaltslandana og Holland og Bretland er líklega í þeim svona klúbbi. Síðan ertu með löndin í suðri sem að
hafa svona miklu hafa bara aðra áherslu, líti ekki á sömu ógn Rússlandi. Svo ertu líka með allt aðra afstöðu við löndunum sem að liggja nær Rússlandi sem að líta svo á þessi meginverkefni þeirra að halda, fá öryggistryggingu frá Bandaríkjunum, hafa engan á að fá öryggistryggingu frá Brussel. Já, sko, það sem náttúrulega búið að gerast, ef þú tekur þau lönd sem hafa langmest varið í og farið, lagt mest í varnarmálin, að þá eru það löndin sem eru næst Rússlandi. Sem alltaf verið þessi sjálf. Já, menn þau eru alltaf ekki að treysta á belgíska herinn. Nei, þú veist, sko, ef það er nú mesta vonin að ná samstöðu í Evrópu meðal Evrópuríkjanna í NATO. Og það, eins og ég nefndi náðan, þetta eru búið að skila búið Bandaríkjaforseta frá George Bush eldri að þið verði að axla meiri ábyrgð okkar eigin vörnum. Og það hefur auðvitað breyst mjög mikið á undanförnum árum. Eystrasaltsríkin, Finnland, Svíþjóð, Pólland. Það er bara gert svo hægt, Guðlaug, sko, þeir eru ennþá, takk nú Þýskaland, sko. Þýski herinn, hann bara eiginlega ekki til. Ég var ekki að tala um Þýskaland, sko. Ég var að tala um Pólland, ég var að tala um Eystrasaltsríkin, Norðurlöndin og sérstaklega Finnland og Svíþjóð. Þetta er ekki endilega stórir herinn sem Evrópuríkin er búin að vanrækja þessi mál svo lengi. Sko, þú ert að tala að Bush hafi haft áhyggjur, sko, 1955 sagði Eisenhower, forseti á fundi í Washington, Evrópuríkinu hafa okkur að ginningarfíblum, suckers, í varnarmálum, sko, þannig að þetta er rosalega gammalt mál. Og núna, sko, nú stendur Evrópa frammi fyrir mjög erfiðum ákvörðunum. Og það bara lítur bara næstu vikum og mánuðum og misserum í Úkraínustríðinu. Evrópa er ekki einn aðili, það sem ég er að spyrja. Hvernig sérðu fyrir þau að átökin innan Evrópuríkja NATO, ég meina ég sé ekki neina sérstakka fórustu þar sem að allir fylgist undir. Þess vegna eins og ég sagði áðan, Evrópa er að nálgast ögur stundu og hann komið ljós, þetta þykistuleikur, sko, eða ætla Evrópuríkin að axla það ábyrgð sem búið sem Ameríkanarnir hafa bara varpað á hana, á þau, í Úkraínumálinu. Það bara málið sem standa fram með fyrir. Síðan auðvitað ef maður bæta því við, kannski koma aðeins inn á það að Úkraínustríðið hefur náttúrulega verið afskaplega sérstök atburðarás, sérstaklega hvað varðar það sem menn heldur að Rússarnir myndu gera og nú enn einu sinni komið í ljós að þeir voru náttúrulega ofmetnir alveg stórlega eins og búið að gera í marga áratugi í kalda stríðinu og það er löng saga en þannig að það er lag, það er borð, sko, það er hægt, það er Rússamuni er ekki til neitt og stórræn á næstu árum, það er alveg á hreinu, en það þarf hins vegar að halda aftur að þeim og stoppa þá í Úkraínu, í Donetsk héraði og koma á vopnahléi. Það er það sem þarf að gera. Og til þess þarf að koma stuðningur og hann getur bara núna komið frá Evrópuríkjunum og þá þarf einhverja í Evrópu að taka upp síman og hringja í Putin. Nei, ég er ekki að tala um það, ég er að tala um að stoppa það á vígvellinum. Já, það verður, ég meinar bara á vígvellinum, já. Þú eigi ekki að ringi Putin, heldur ég bara að sigra þetta. Nei, Sérna fyrir þeirra Evrópuríkin farið núna í þessari stöðu. Það er búið að tala um þetta núna í marga vikur og hann hefur ekki skipt skoðuna í einum. Það er vel sagt, Gunnar, Smári, að Rússar skilja ekki orð, þeir skilja bara gerðir. Og þú verður að stoppa á vígvellinum eða alltaf ná einhverju samstöðu. Þannig að þið eru á því að það er ekki að reyna að enda þetta stríð með einhverju vopnahléi og einhverju miðræðum. Heldur það séu bara Evrópuríkin í sameiningu að sigra Rússland á vígvellinum? Nei, ég sagði það alls ekki. Ég sagði það þarf að láta Úkraínu hafa það sem þarf til að standa í Rússunum, halda aftur af þeim og þvinga þá til þess að fallast á vopnahléi sem það ekki vilja gera árásir inn í Rússland? Já, stoppa á allavega. Senda evrópska hermenn á vígvellin? Sýna þeim fram á, nei, það er engin vilji fyrir því, það er bara rugl. Sýna Rússum fram á það að þeir muni ekki sigra þetta stríð á vígvellinum. En höfum við ekki verið að því í 3 ár? Nei, við höfum ekki verið að því. Þeir hafa sótt fram núna undanförnum, en sko stóra málið það sem ég ætla að koma að er að það hefur komið í ljós að rússneski herinn er svo óburðugur að þetta hefur gengið eftir. En það þarf að klára málið með því að þvinga þá til vopnahlés. Ég segi þessi eitthvað auðvelt, það muni taka stuttan tíma. En það er það sem þarf að gera og það er það sem Evrópuríkin geta hjálpað Úkraínu til að gera. Evrópuríkin eru með meirinn 10-falda þjóðarframleiðslu Rússlands, meirinn 10-falda. Og fleira fólk þar að ekki. Þannig að þetta er ekkit óleysanlegt vandamál, það tekur auðvitað tíma og það þarf vilja,
til þess og það það sem að maður hefur áhyggjur af núna í allra næstu framtíð sá vilji til staðar. Það þarf að vera náttúrulega að Evrópuþjóðirnar þurfi ná saman að móta sér einhverja forystu sem að þau hefur ekki haft fyrir því að gera, hafa ekki þurft að gera það sem stríðslokum, en þess að Bandaríkin hafa bara komið með línu. Það alveg rétt að þess vegna þetta svo stór tímamót sem við erum að horfa framan í núna. En ég skoði aðeins í morgun þegar ég var að undirbúa að þá voru þættir held ég að vera á Fox News og nýjar skoðanakannanir sem sýndu það að 65% Bandaríkjamanna vilja að Bandaríkjamenn skipti sér meira af málum erlendis sem mikið breyting. Og ekki með hervaldi held ég. Já, ég spurði ekki, ég fór ekki þannig að ég var nú bara að horfa á þetta en það sem ég að segja sem að talandi hvernig hlutnir verða það þarf oft lítið til að breyta mjög miklu. Þetta kom mér eins og mjög óvart. Ég held að bara stemmingin í Bandaríkjunum væri þannig að menn væru svona bara, heyrðu, látum þá sín mál. En það virðist ekki vera og þau voru ræðið þetta hérna í settinu út þessu og skjótt skipast meður í lofti. En alveg sama hvað það að þá liggur það fyrir að Evrópa verður að efla sína varnir og það verður að, ef menn ætla ekki að stiga Úkraínu, ef menn ætla að láta Rússana valda yfir Úkraínu, þá munir ekki hætta þar. Og þó svo þeir séu alveg rétt í Alberti að menn bara sá að herinn var alls ekki á þau stað sem allavega Pútín hélt að væri á, en þeir eru náttúrulega að fá gríðarlega mikið stuðning. Þeir eru að fá stuðning frá Kína, þeir eru að fá stuðning frá Íran, teknilega frá Norður-Kóreu, í bara svona praktísku hlutum eins og byssukúlum og öðru slíku sem þeir eru nóga. Viðskiptum við alls konar ríki sko. Kemur ljós að efnaðsþvinganir í Vesturveldanna ég meina skadaði ekki eins mikið þessu Vesturveldum töldu. Það er ofmat. Já, það er náttúrulega líka fyrir að Kína náttúrulega hefur notað tækifærið og ég held að Kína hafi hugsað það alveg skýrt að þeir voru að gera Rússa háðari sér. Má bjóða þeir ódýrt gas. Það segja allir bara já takk. Indland segir já takk. Já, Kína og Indland hafa bæði og ég meina talandi þetta Rússarnir Trump setti nú einhverju rinnu sinni gríðarlega mikið að tollum á Indland til að sagði því geti bara ef þið ætla að halda áfram að kaupa af Rússum sem svona því að hann bara margbreytilegur í þessu. En Pútín var nú bara að gera samninga það sem þeir fengu í staðinn í Kanada það er bara stórkostlega móttökur sem Pútín færi á Indlanda því það er náttúrulega búið að móka Indlandina bak og fyrir. Já, svo komum við í þessari skilabóðum aftur eitthvað en Indverjar ég engi sérfræðingur í málum Indlands en spyr alla þá sem að þekkja til að reyna að skilja stjórnmál á Indlandi og það ekki, þau verðast ekki verið einfaldasta máli í heimi. Bara aftur að þessu Úkraínustríði, það verður ekki útklá nema á vígvellinum. Það er bara líka Rússar ætla ekki að gefa neitt eftir. Ætla ekki að gefa neitt eftir. Pútín verður að segja það sama. Þetta verður bara útkláð á vígvellinum. Og eitt af því sem hann treystir á er að Amerikanarnir sé að fara frá málinu og líklega rétt fyrir sér í því og Evrópuríki mun ekki ná saman þannig að hann á eftir að bíða núna og sjá hvort að þetta rætist og þannig að það er bara á vígvellinu sem hægt að útkláða þetta mál, því miður og líkurnar núna eru þær að þetta haldi bara áfram og með ekki miklum landvinningum Rússa en miklu mannfalli áfram en síðan við líka hafa í huga þeir pæli í akkur þeir eru svona harðir og staðfastir í þessu að þetta snýst ekki land fyrir þá. Þetta snýst að njörfa Úkraínu niður á orð sem við vorum að nota áðan áhrifasvæði Rússlands. Þannig að það komist hvorki lönd niður strönd. Það er markmiðið. Þeir skilgreina það líklega svipað Bandaríkjamenn gera við Mexíkó. Úkraína var náttúrulega djásn í krúnunni í Sovétríkjunum og djásn í þess vegna að missa Úkraínu var stór mál fyrir Rússland. En varðandi eitt af því endalega svona föðulegar ábendingar til Evrópu, hljóta að vera fyrir evrópska leit og óþolandi reisa þessa skýrslu, því þetta er alveg ótrúlega hrokkafullt. En eitt af því sem segja er eiginlega svona þið verðið að hafa eðlileg samskipti við Rússland. Rússland er ekki að fara. Þetta eru 140 milljónir manna sem þarna og Rússland er ekki að fara. Hvernig ætlaði að hafa þetta til lengri tíma? Verðið ekki bara byggja upp eðlileg samskipti við Rússland? Hvað segir þið við þessi svona? Nei, þetta er bara, það er stríð í gangi. Jú, en Bandaríkin er að segja þetta. Já, ég veit það, en Evrópuríkin eiga ekki að taka því. Evrópuríkin eiga að taka sér tak og tryggja það að Úkraínumenn á vígvellinum geti þvingað Rússa til þess að fallast á vopnalið. Það er næsta skref. Síðan komum við að öðru máli sem Evrópuríkin hafa talað að mér finnst ofdegubarkalega sérstaklega Bretar. Það eru öryggistryggingarnar sem Úkraína þarf að fá. Og enn og aftur hver er reynsla þeirra af því?
94 voru það Rússar, Bandaríkin og Bretland og Frakkland sem ætluðu að ábyrgjast öryggi Úkraínu gegn því að Úkraína léti kjarnorkuvopnin sína hendi. Ekki pappirsins virði. Og síðan var hernám Krímar, í kjölfarið var að gera þessi svokallaða Minsk-samkomulag sem Rússar brutu alltaf og fengu ekkert bátt fyrir, sko. Þannig að ég að segja, eina öryggistryggingin sem Úkraína getur haft það sem hún býr til sjálf. En hún gerir það ekki ein. Með því að Evrópa fjármagni 800.000 manna her. Vígvæðast það sjálfsögðu og stoppa Rússana endanlega. 28 milljónar manna landi. Þeir sækja núna 100 metrar dagskilur. En gleymið því ekki. Þetta er bara eina öryggistryggingin sem er möguleg. Má ég aðeins skjóta inn hérna? Ef ég væri Úkraína, þá markmið okkar var að ganga inn í NATO því að þar kemur öryggistrygging sem er fyrst og fremst bandarísk. Síðan þegar það var ekki ljóst, þá vildu fá tryggingu frá Bandaríkjunum. Veistu að ef þú ætlar að bjóða okkur belgíska herinn, það bara ekki neitt. Ég segi, þeir eru að gera þetta sjálfur. Ég trausti þess að Evrópumenn fjármagni. Þeir geti bara treysta sjálfur. Það er veiki hlekkurinn. Það er veiki hlekkurinn. Það er hver fjármagni. Þess vegna held ég að Úkraínumenn séu að horfa fram á að þeir hafi mjög slæma kosti úr að velja. Mjög slæma. Akkurat, ég er búin að segja það, Marko, ef að Evrópuríkin ætla ekki að standa með þeim. Þetta var bara smá gaman. Nei, þetta kom alltaf saman stað. Þið ekki gleyma því, og það náttúrulega tengist beint Evrópu, að ég tala það réttilega að Úkraína sé einhvers konar áliti Rússa og ég hef nú heyrt þetta frá ráðamönnum í Rússlandi beint að það sé einhver áhrifasvæði. Það er ekkert bara Úkraína. Þeir líta á miklu fleiri ríki sem eru sínu áhrifasvæði og ástæðan fyrir Eystrasaltsríkin að Finnland og Svíþjóð skildu stökkva inn í NATO, Pólland, að þau séu að hafa verið þau ríki sem hafa verið fremst í flokki bæði við að efla sína varnir og að íta eftir samstöðum að styðja Úkraínu vegna þess að þeir vita að þeir eru næstir. Líklega myndir Rússar horfa á það að þeir hefðu verið veikir þegar þetta gerðist og gátu ekki komið í veg fyrir það. Þeir lítu örgulega á Hvíta-Rússland og Úkraínu, Georgíu og Kákakuslöndin sem sitt áræðsvæði. Já, og Moldavíu og Eystrasaltsríkin og ef þú talar við Pólverja þá segja þér það, ef þeir taka Úkraínu þá eru við næstir. Og þú getur alveg fært rök fyrir því að þegar þú skoða landakort í gegnum tíðina, þetta hefur verið síðustu nokkur hundur árin, þetta hefur verið alls konar landamæri. En og þannig að þetta er ekki bara vandamál Úkraínu. En það sem svo náttúrulega líka hitt að flestir telja sem tilþekkja og þeir verið haft eftir Pútín að hann komist aldrei lifandi frá Kreml. Og þetta snýst náttúrulega líka það bara hvernig, að því að hann þarf og er örugglega að hugsa, ef ég sem, hvað verður mig, sko? Því að meðan hann með þetta ástand að þá hann með hverju sem á bakvið hann og hverju stjórna í Rússlandi, hverju þeir eru, að það allavega samstæðum að stríða hann með hann á þessu stendur. Hann stendur auðvitað traustari fótum í Rússlandi heldur en Zelenský í Úkraínu. Já, hann stendur mjög traustum fótum í Rússlandi. Jú, en ég meina, það sé að segja sem að ef hann myndi semja frið, að hvað bara segja bara á morgun, að hann segir bara, heyrðu, þetta rétt hjá þér, nú skulum við bara klára þetta. Hvað gerist þá? Og ef hann hefði við fram með, ég gerði innrásina til þess að knýja á að Úkraína myndi ekki aldrei ganga inn í NATO. Ég hef búin að semja það núna í samningum við Bandaríkin. Ég held að honum bara tekið vagnandi. Það fær náttúrulega eftir hvað hann fengi. Það var eftir hvað hann fengi, en síðan náttúrulega líka þannig að ég held að það sé mjög erfitt að spá fyrir sannarlega næstu ár og jafnvel næstu vikur. Og ég rekunum minn til þess að hafa hlusta á Trump að fara yfir það að setjandi útskýrað fyrir Zelenský, hann ætti að taka allt tilbaka, allt það sem þeir eru búin að tapa í þessu stríði og svo framvegis. Þannig að ég held að síðustu sviptingarnir sé ekki búnar, en það liggur alveg fyrir að það hefur ekki verið pólitísk forysta þegar kemur öryggis- og varnarmálum í Evrópu og þeir sem hafa kannski verið helst í forystu hafa nú verið fyrir utan Evrópusambandi eins og Bretar og ef að leiðtogar með Evrópuríkja ekki ljóst að þeir þurfa að verða öflugri og geta verið að treysta á sjálfan sig þegar kemur að þessu mál núna, já þá illa komið fyrir ámunni. Þessum kafla er lokið. Bandaríkin eru ekki lengur í Úkraínu málunum. Þau eru farin. Svo hefur ekki spáð því fyrir 2 árum? Nei, ekki fyrir 2 árum, nei. Ekki fyrir árið síðan? Nei, ekki fyrir árið síðan, en leið á eftir að Trump kom.
En ég hefði spáð því fyrir löngu síðan eftir sem tíma líða, með tímanum þá færi þessi Bandaríki frá Evrópu. En þetta bara snýst það, ætla Evrópuríkin að gera það sem þau geta, sem að tryggja það að Úkraína haldi aftur á Rússum á vígvellinum og þvingi þá til vopnahlés. Þetta ekkert flókið, en sem náttúrulega flókið. Óvissan hvar viljinn og þetta náttúrulega flókið, hver á að borga og þetta bara flókið, það að gæla við að sækja ykkur á sjóði og þegar það ekki hægt og það enginn að leggja til að við ætlum að leggja á 3% tekjuskatt í Evrópu. Ég sagði ekki að það væri ekki flókið að finna peningan, ég sagði það ekki flókið að áttast við hvað það sem skiptir mestu máli. Það sem skiptir mestu máli núna ekki Bandaríkin, heldur hvað Evrópa ætlar að gera. Bandaríkin eru farin frá málinu. Úkraínski herinn svo náttúrulega líka sem að þessu Zelenský verið að benda á. Nú það úkraínski herinn sem bestu þekkingun á því að berjast við rússneska herinn og reyndar þegar kemur að drónum og öðru slíku sem að þá eru þeir allt í einu bara fremstir með jafningja. Því miður kemur reynslan með stríðsátökum. Já, rétt, en það til dæmis eitt af því sem að Kínverjar hafa áhyggjur af þegar þeir meta það hvort þeir ráðast inn og slíkt að þeir hafa ekki lent í átökum lengi. Eitt að sitja við skrifborð og ákveða það, en annað þegar bara ert með þessa raunverulegu reynslu. Þeir fóru hrakförinn í Vietnam 78. Rétt. Og hafa verið með miklar hreinsanir. Hafa verið með miklar hreinsanir og breytingar á hernum og einmitt út af þessu sem þú ert að segja. Illu hilli þá hættu með fyrirkomulagi var að þú gast orðið ofusti og yfirmaður með því að vera með fjölskyldutengsl og einhver vinatengsl. Nei, það ekki hafi ég það verið. Og ég held að það ekki þannig, en þeir hættu því, þannig að þú verður að vinna upp í hernum og hann hefur verið eflugur og sterkur. En þarf Sjálfstæðisflokkurinn að endurskoða utanríkisstefnu sína? Nei, þú breytir ekkit grundvallar, þetta átti alltaf að endurskoða stefnuna. Ég veit ekki hvað þetta vísa til að við bara það liggur alveg fyrir að alveg sama þó komið þessi þjóðaröryggi stefna hér, að við viljum áfram vinna með lýðræðisríkjum og Bandaríkin eru öflugasta lýðræðisríkið og sjálfsögðu ef við erum ekki að rækta tengsl okkur við Bandaríkin þá er ekki að gæta íslenskra hagsmuna en við þurfum og höfum svo sem alltaf lagt áherslu á það að vera í þéttu samstarfi við þau ríki sem eru með sameiginleg gildi og það er ekki bara vestanhafs, það er sannarlega austanhafs líka. Ég bara minna á það að forsætisráðherra Kristrún Frostadóttir hefur tvisvar óformleg samtöl við Trump og eins og hún segir sjálf í bæði skiptin að hans frumkvæði sagðan Bandaríkin munu standa við skuldbindingar í garð Íslendinga og það er þessum ástæðan sem ég nefndi á það, bara fara saman hagsmunir Bandaríkjanna og Íslands. Þessum Ísland með náttúrulega svolítið ólíka öryggishagsmuni heldur en lönd sem við höfum nefnt hérna eins og Pólland, Eystrasaltlandin og... Nei, við náttúrulega öryggishagsmuni sem lúta því hvernig gengur í Evrópu. Við náttúrulega mikla hagsmuni á því að sé stöðuleiki og fríður í Evrópu og bara þó ekki sinni með efnahagslega hagsmuni. Okkur stendur ekki sama ógn af Rússlandi og Eystrasaltlandin. Það liggur alveg fyrir ekki, langt í frá. Já, ástæðan við stöndum kannski ekki ógnum vegna þess að við erum með samning við Bandaríkjunum aðilar í NATO. Já, þessar eru bara svo óburðir. Þeir getur leikandi tekið Ísland ef svo bærundi, sko. En það er ekkert ríki sem að velti því fyrir sér og hvorki Rússland eða Kína annars slíkt út af því að við erum með öryggishagsmuni eða með það varnarsamstarf sem við erum með. Og það er vegna þess að það eru hagsmunir Bandaríkjanna? Sjálfsögðu. Það er bara engin atburðarás í gangi sem gæti leitt til þess að þið ráðist á Ísland. Það eru allir í heiminum sem vildu eiga varnarsamninga svo við eigum í Bandaríkjunum. Já. Það vildu allir í heiminum vera hérna í miðju allarsvæðinu. Já, það eru bæði kostir og gallir. Mér finnst miklu fleiri kostir við að vera hérna. Við þurfum að vera meðvituð það og spila úr þeim styrkleikum sem við höfum og vera líka meðvituð veikleikana. Og þegar við erum að tala okkur eins og við séum partur af Miðjarðarhafinu, það er bara ekki raunhæft. Herðu, Guðlaugur og Albert, takk fyrir að koma hingað og tala mál sem eru mikið í deglunni og það er mikil óvissa í kringum þetta og stundum er gaman að tala þau mál það sem er eiginlega ómögulegt að spá fyrir hver þróunin er. En þú þurft að tala meir Kína, sko. Já, verður þau aftur næsta sundag. Ok, það verður framhalds aðalfundur seinna með Guðlaugi og Albert þar sem við vilja tala Kína en ég ætla að þakka öllum gestum sem að hingað komið Sigurunni fyrir að vera með þáttið með mér og
Pétri, féllst þið fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakkaði með sem að vera að hlusta og breyta þessu samtal okkar í fjölmiðlum. Minni á að samstöðin er drifin áfram af þeim hluta áhorfenda og áhærenda sem hafa gert áskrifundur. Það er þeir sem gefa okkur afli til þess að halda upp í samstöðinni og byggja hana vonandi upp. Ef þú vilt slást í þann hóp þá getur þú farið inn á samstöðum.is, þar er hnappur sem ástendur áskrift. Þar getur þú skráðið fyrir grunnáskrift sem 2.750 krónur sem mér að setja sér hlægilegt verð með það efnin sem við búum hérna til. Þú mátt borga mér ef þú vilt og þeir sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sér félagsgjöldin í alþýðufélagið en þetta er mitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina. Þetta er fjölmiðill og umræðuvettvangur í eigu áhorfenda og áheyrenda. En takk fyrir bili, njótið þessum eftir helginni, sjáumst hérna svo annað kvöld klukkan 8, þá var að sagða fréttir.